Segi fund aftur settan 1932. Þetta stutt fundarhlé vegna tæknilegra vandamála. Áður en að við förum í dagskrárlið númer 3 þá hefur Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri óskað eftir að fá að bera á sér afmæli. Gjörðu svo vel, Íris. Forseti og bæjarfulltrúar, ég vil bera að mér afmæli hérna vegna umræðu og bókunar bæjarfulltrúa Hildur Sólveigar Sigurðardóttur hér áðan og vil bara ítreka það vegna þess að bæjarfulltrúum virtist misskilja mig mjög þegar ég kom hér í pontu að mér finnst algjörlega óviðeigandi að starfsmannamál séu til umræðu á bæjarstjórnarfundi og starfsmannamál einstakra starfsmanna en að sjálfsögðu ef að hlutirnir ekki í lagi þá höfum við ferla og við gerum það og ef að fólk hefur ábendingar þessa hluti þá gott að koma inn til okkar og gera það. Ég get ekki tala fyrir alla sem vinna hjá mér en þetta ekki viðeigandi vettvangur til þess að ræða mál einstakra starfsmanna. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir. Við förum þá í 3. dagskrárlið sem umræða samgöngumál. Það var ósk það frá minnihlutunum. Hver sem ætlar að gefa sig fram í að opna þá umræðu. Það Hildur Sólveigar Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, það náttúrulega afar ánægjulegt eins og kom fram í fjölmiðlum í gær að samgönguráðuneytið sé búið að gefa út aðstoð vegna ástandsins, vegna þeirra tekjuskerðinga sem að Herjólfur OHF verður fyrir vegna þessa ástands og í rauninni þess að fólk auðvitað að ferðast minna og við erum auðvitað að fá minna af bæði erlendum ferðamönnum og innlendum ferðamönnum sem eru samt sem áður auðvitað sækja í. En afar ánægjulegt að sjá hana. Ég vil samt ítreka að við og hef fundið alveg þann vilja að menn séu að hugsa út að reyna að bæta í áætlunina. Að því sumaráætlunin er kynnt 6 ferðir og maður skynjar að auðvitað er það ákveðin afturför en auðvitað þarf að bregðast við aðstæðum sem að koma upp hverju sinni. Ég hjó aðeins í orð í tilkynningu samgönguráðherra að þar var verið að tala að aðlöguð yrði áætlun skipsins að eftirspurn og það auðvitað bara gríðarlega mikilvægt að það komi fram að þetta mikið hagsmunamál fyrir bæjarbúa og var tilgangur til dæmis Herjólfs OHF að við séum að auka áætlunina og við séum ekki að fara aftur úr því sem að var. Auðvitað þurfum að sýna ákveðnum aðstæðum vissan skilning en við þurfum á meðan við erum sérstaklega að sækja á þennan markað, við erum að sækja á ferðaþjónustuna og viljum fá Íslendingana sem eru hérna orðnir æstir í að ferðast og sækja landi heim að koma til okkar og þá þarf auðvitað bæði að vera nægjanlegt rými fyrir gesti okkar en fyrst og fremst það þarf auðvitað að vera nægjanlegar og góðar og þurfum að halda uppi góðum samgöngum fyrir íbúan okkar og já, þannig að ég bara lýsi mikilli ánægju með þetta mál og vil bara í rauninni fá að leggja fram hér stutta bókun með leyfi forseta. Ánægjulegt að búið sé að ganga frá samningi við samgönguráðuneytið greiðslur úr neyðarsjóði vegna COVID-19 vegna reksturs Herjólfs OHF. Nauðsynlegt jafnframt að tíðni ferða á áætlun verði sem fyrst 7 ferðir á dag eða fleiri. Miklum árangri hefur verið náð í bættum og tíðari samgöngum á sjó fyrir íbúa sveitarfélagsins og mikilvægt að ekki verði afturför hvað það varðar, enda góðar samgöngur forsenda öflugs atvinnulífs og bættra lífsgæða íbúa í Vestmannaeyjum. Bókun lýkur. Takk fyrir.
Þakka Heiði Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls um þessi dagskrárlið? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, það mjög skemmtilegt og gott að vita að því að ástandinu hérna í Vestmannaeyjum og ástandinu sem ríkir og hefur haft, eða þau áhrif sem að þetta ástand hefur haft á rekstur Herjólfs, að það skilningur fyrir því hjá ríkisstjórn. Samgönguráðherra hefur nú komið með ákveðnar tillögur til þess að koma til móts við þann skaða sem að félagið verður fyrir og það vissulega gott. Mér langar með leyfi forseta að fá að lesa hérna bröstut af bókun sem svohljóðandi. Það ánægjulegt að Samgönguráðuneytið hafi lýst vilja til þess að koma til móts við Vestmannaeyjaferjuna Herjólf hf. Vegna erfiðrar fjárhagsstöðu félagsins í kjölfar COVID-19. Gott samtal hefur átt sér stað milli þeirra aðila sem aðkomu hafa að málinu, það Vestmannaeyjabæjar, Samgönguráðuneytisins, Vegagerðarinnar og stjórnar félagsins. Já, ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls um þessi dagskrárlið? Svo ekki. Hér ekkert að samþykkja heldur. Þannig að við tökum þá til dagskrá þriðja dagskrárlið sem umræðan samgöngumál. Nei. Nú ég bara að rugla. Nú ljúkum við dagskrárlið nr. 3 og tökum til dagskrárlið nr. 4 sem ljósleiðaramál í Vestmannaeyjum. Það Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Í desember 2019 lagði meirihluti og hálista fram tillögu að ljósleiðar uppbyggingu Vestmannaeyjum yrði flýtt. Og mikilvægt væri að kanna allar leiðir og meta með hvaða hætti bærinn gæti aðstoðað, búa til hvata fyrir markvissar og hraðandi uppbyggingu, ásamt áætlun framkvæmdartíma, kostnað og tímalínu og ýmislegt annað. Og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tóku undir tillöguna og var hún samþykkt með 7 samhljóða atkvæða að fela framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasvið og kerfisstjóra Vestmannaeyjabæjar að vinna minnisblað sem skilað yrði til bæjarstjórnar. Og það minnisblað fór út með gögnum í dag og gögnum fyrir fundin, og ég ætla að fara yfir það hér í dag. Í nútíma samfélagi ljósleiðari jafnan hluti af grunnþjónustu, vatnslagnir og rafmagnslagnir og fráveitulagnir. Eðlilegt út frá nútíma kröfum og samkeppni við önnur byggðarlög að íbúar Vestmannaeyja geri sömu kröfu öflug fjarskipti til þess að nálgast og miðla rafrænu efni sem árangursríkustum hætti. Ljóst á störf og tækifæri eru að breytast hratt þar sem hátækni, nýsköpun og öflug fjarskipti skipta mestu máli. Þá hefur áfall eins og COVID-19 faraldurinn sýnt skýr merki að starfsumhverfi framtíðar mun breytast og færast meira í átt í fjarvinnu. Meðal annars ávinningur í bættu fjarskiptakerfi sá að fyrirtæki sjá sér hag í því að samfélagið getur boðið upp á störf án staðsetningar eða unnið að heiman með öflugum tengingum og munu nýta sér það í auknum mæli. Skólar sjá fram á að það hentugt að kenna í fjarkennslu og nemendur munu í auknum mæli leita í nám sem í boði upp á í fjarkennslu. Sérstaklega þetta gott fyrir landsbyggðina. Nemendur þurfa ekki að fara heiman í það nám sem þeir kjósa sér og geta stunda vinnu sína, jafnvel líka heima hjá sér. Menntasetur eins og Viska og rannsóknarsetur munu í auknum mæli snúa sér á fjarkennslu og víkka starfsvið sitt. Vel menntaðir og eftirsóttir starfsmenn fyrirtækja sem ekki hafa starfsstöð í Vestmannaeyjum eiga auðvelt með að óska eftir því að vinnuveitendur leyfi þeim að flytjast búverslun hingað og taka vinnuna með sér. Þetta mun stuðla auknum tækifærum í nýsköpun og tækni og það það sem bætt fjarskipti gera. Vestmannaeyjar verður raunverulegu valkostur staðsetningu framtíðarheimilis ungs fólks til viðbótað við viðráðanlegt húsnæðisverð, náttúruna, góðan leik, grunn- og framhaldsskóla og mikið bættar samgöngur og fjölbreytt tómstundar framboð sem yrði jafnframt boðið upp á góð og greið samskipti. Fjarskipti og samskipti utan.
Vestmannabær hefur undanfarið misseri kannað möguleika á því að ljósleiðara væða öll fyrirtæki og íbúðarhúsnæði í Vestmannum. Ljósleiðari er strengur milli lands og eyja en aðeins lítill hluti fyrirtæki og heimila. Það er ljósleiðari strengur milli lands og eyja en aðeins lítill hluti fyrirtæki og heimila geta nýtt sér þessa tækni þar sem dreifikerfi ljósleiðarans nær aðeins til fárra í Vestmannum. Míla og Tölvun hafa staðið fyrir lagningu ljósleiðara til nokkurra heimila en hafa aðalega einbeitt sér að því að tengja fyrirtæki. Enginn samkeppnisaðili hefur sýnt áhuga á því að ljúka við lagningu dreifikerfis ljósleiðara í Vestmannum. Það er því brýn þörf á einhvers konar aðgerðum svo sem stuðningi, hvatningu eða þrýstingi til þess að ljúka við verkefnið. Ljóst er að mikill kostnaður ef við að byggja upp dreifikerfi ljósleiðara og þörf á þolinmóðu fjármagni til þess að það gangi upp. Einnig hefur verið rætt að koma fyrir 5G tengingum í Vestmannum. Slíkt myndi klárlega flýta fyrir því og mun bæta og klárlega vera til staðar í náinni framtíð, hvort sem það mun nýtast til að keyra næstu kynslóð netframtíðarinnar eða vera endanet fyrirtækja, stofnana og heimila. Ávinningurinn af því að leggja ljósleiðara er sá að engin takmörk eru sett getu ljósleiðara til framtíðar. Einungis þarf að skipta endabúnað til að auka flutningsgetu ljósleiðara strengsins og svo endabúnaður er stöðugur í þróun. Bara svo ég komi aðeins inn á þetta með 5G tenginguna, þá hefur fyrirtæki Nóa óskað eftir samstarfi við Vestmannaeyjabæ það að 5G væða Vestmannaeyjar og vill gera það hratt og vel, þannig að við getum orðið svona fyrsta snjall 5G sveitafélagið og það er bara, við erum bara að afla okkur upplýsinga það og það er spennandi vegna þess að það gæti verið svona millileikur. Það gæti bætt mjög mikið hjá okkur og það er búið að fara yfir allan pakkan með geislavörnum og allir. Það er komið grænt ljós frá öllum varðandi. Það hefur ýmislegt verið rætt með að það sé eitthvað krabbameinsvaldandi í tengslu við 5G og svona. Þannig að það þarf að skoða alla hluti en að minnsta kosti er þetta spennandi. Það er spennandi að heyra þennan áhuga vegna þess að þetta myndi leysa gríðarlega mörg vandamál, sérstaklega í Vesturbænum og að því að eins og minnisblaðið ber með sér að þá tekur svolítinn tíma að ljósleiðara væri sveitafélagið þó að það yrði tekin ákvörðun það að ráðast í það strax. En tæknileg útfærsla. Æskilegast er að leggja ljósleiðara með svokölluðum stjörnutengingum, það er beina tengingu í hvert hús inn í miðstöð eða fleiri en eina. Hugsanlega væri hægt að setja upp kerfaskrifta miðstöðar, síðan eru tengt það inn í símstöð. Mikilvægi þessi er að vera ekki með einn ljósleiðara sem við splittum svo. Heldur er ljósleiðarinn sem fer beint inn í hvert hús að því þegar álagið er mikið og það eru margir sem nýta sömu tenginguna, þá minnkar getan, í staðan fyrir að ljósleiðarinn fari beint inn. Í Vestmannaeyjum eru 56 kilometrar af hitaveitulögnum og í ljósi þess má reikna með að ljósleiðaralagnirnar þyrftu að vera 60 kilometrar. Við lagningu ljósleiðara er notast við svokölluð fjölrör. Það er margþáttaröð sem lögður á húsum til að mynda undir gangstéttar og síðan eitt af þeim rörum tekið inn í hús. Vestmannaeyjabær leitaði til Péturs Hrafnssonar, sölustjóra Lýsi, sem annast hönnun og uppbygging á fjarskiptakerfum að grófa útfærslu dreifikerfis með því að hverfaskipta bænum og leggja öflugan ljósleiðara hring sem myndi stjörnufæða hólfin. Pétur kom jafnframt með tillögu að götuskápum og fleira. Kostnaður við þetta verkefni er umtalsverður. Hann er talinn nema á bilinu 300 til 350 milljónir. Ef koma á fyrir dreifikerfi ljósleiðara í Vestmannaeyjum er ljóst að slík framkvæmd þurfi fjárstyrk frá ríki og Vestmannaeyjabæ. Kostnaður liggur í undirbúningi, hönnun, jarðvinnu og frágangi, rörum, strengjum og tengistöðum. Pétur útbjó grófa kostnaðaráætlun og efniskostnaði ljósleiðara og fleiru og kostnaðaráætlanir hans hljóð upp á 85 milljónir en taka þar fram að þetta er gróf áætlun sem þarf að endurskoðast ef farið verður í hönnun. Fjármögnun á verkefninu. Reiknaði með að þriðjungur fjármögnunar komi sem styrkur úr ríkissjóði gegnum fjarskiptasjóð og grundvelli ljósleiðaravæðingar í dreifbýli. Það er auka úthlutun núna í gangi, tengt COVID og við erum að leggja allt kapp á að geta skilað þarna inn. Til þess að geta skilað inn gögnum þurfum við að vera með grunnmyndir, tenginet, hvernig við ætlum að gera þetta, annars er umsóknin ekki tekin gild og við höfum lagt mikla vinna á okkur og ég vona að við náum að klára það og það stefnir allt í það, en það var engin umsókn til. Vestmannaeyjabær hefur aldrei sótt þetta. Það var bara talað það hérna fyrir einhverjum 5-6 árum og við leituðum og það kom svo í ljós að það var aldrei unnin ein umsókn.
Þannig að það talsverð vinna sem felst í umsókninni, af því þetta kemur seint inn, en við vonum að við getum klárað. En fjármögnunin, við vorum komin í það, að þá erum við að gera ráð fyrir 150 milljóna króna framlag úr ríkissjóði, ef þetta gengur eftir, en kostnaðurinn skiptast með eftirfarandi hætti. Fyrsti fasin undirbúningur, hönnur, útboð og samningsgerð. Hann fjármagnað með helmingsframlagi ríkis á móti helmingsframlagi Vestmannaeyjabæjar. Annar fasi innkaup á vörum og búnaði, það rörum, strengjum, tengibúnaði og húsnæði fyrir miðstöðvar og framvegis. Þessi fasi verður einnig fjármagnaður með helmingsframlagi ríkis og helmingsframlagi Vestmannaeyjabæjar. Þriðji fasi lagningsljósleiðarans og fjármögnun með tengigjöldum og framlagi Vestmannaeyjabæjar. Gert ráð fyrir að tekjur komi inn á verkefnið leið og fyrsta heimilið tengt. Svo munu tekjurnar aukast eftir því sem fleiri heimili bætast í hópinn sem nýtist í fjárfestingun á framkvæmdatímanum á móti framlögum frá ríki og Vestmannaeyjabæ. Það það sem verið að gera, að þetta leið og þú tengir, þá fara að myndast tekjur sem þess vegna þarf þolinmótt fjármagn, af því það tekur svolítinn tíma að borga verkefni niður. Opinber aðstoð, aðkoma hins opinbera að uppbyggingu fjarskiptakerfa almennt tekur mið af markaðsforsendum, almannaþjónustu, samlegðaráhrifum og ríkisaðstoð. Ljóst að hið opinbera, ríki og sveitarfélög, getur komið að uppbyggingu ljósleiðakerfis með fjárhagslegum stuðningi að uppfylltum skilyrðum EES-samningsins ríkisaðstoð, undir ýmsum ákvæðum þjónustuna í almannaþágu, hópa undanþágum eða byggðaraðstoð. Fjárstyrkir fjarskiptasjóðs miðast við dreifbýli, en stjórnvöld hafa skilgreint dreifbýli þrengra en EES með því að einskorða við svæði utan markaðssvæða. Eðlilega hefðu verið að horfa til byggðarkorts fyrir Ísland á grundvelli reglna ríkisaðstoð innan EES þegar svæðin eru skilgreind sem þéttbýli og dreifbýli. Og þá væri við klárlega dreifbýli allar Vestmannaeyjar. En það ljóst að slík ríkisaðstoð mun leiða til uppbyggingar nýrra fjarskiptainnviða sem ekki eru til staðar öðrum kosti. Aðstoð mun hafi í för með sér aukna afkastagetu og aukinn hraða, aukin nethraða, verðlækkun og aukna valkosti fyrir neytendur, auk gæði tengingana og stuðla að nýsköpun. Þar að auki myndi slík þjónusta jafna möguleika fyrirtæki og heimila í Vestmannaeyjum á aðgengi að gæðum til jafns við fyrirtæki og heimila á höfuðborgarsvæðinu og í stærri byggðakjörnum. Til þess að unnt sé að ljósleiðara heimila og fyrirtæki í Vestmannaeyjum þarf að koma til fjármagn úr ríkissjóði. Vestmannaeyjabær og hefur lýst sig á þessu varðabyggt reiðubúið að reyna að flýta verkefninu og leggja því lið með fjárhagslegu framlagi ásamt ríkinu. Að gefnum forsendum eðlilega endurgreiðslu í formi afnotagjalda til tiltekins tíma. Varðandi það sem við horfum til, þegar ég segi að það eru 12 hús í Vestmannaeyjum sem falla undir dreifbýlisskilgreininguna varðandi það að sækja í fjarskiptasjóð. En viðbótin sem að setja, sem að hluta til að við börðumst fyrir, að það komið inn að það aðilar sem uppfylla ekki öll dreifbýlisskilyrðin en hafa verið skildir út undan af markaðsaðilum sem ekki hafa séð markaðsforsendur til að koma. Það komið klásúla inn í umsóknar eða inn í skilgreininguna á þeim sem geta fengið styrk að sveitarfélög sem uppfylla ekki allt, við getum sótt líka það. En það fer náttúrulega eftir fjármagninu hversu mikið kemur út úr því. En við eigum klárlega rétt á 12 húsum og við erum bara svolítið heppin, þau eru nánast öll út í Höfða. Þannig það ansi langt að fara frá tengingunum við Símstöðinu og út í Höfða. Þannig auðvitað eigum við ákveðin rétt, en hitt munum við að sjálfsögðu sækjum líka fyrir allt sveitarfélagið. Varðandi framkvæmdina og gert ráð fyrir að framkvæmdsverksins verður með þeim hætti að heimili leggi rör út fyrir lóðamörk og með ákveðnu tengipunkti í nálægð við heimili. Vestmannaeyjabær eða það OHF fyrirtæki sem yrði til út úr verkefninu leggur til rörið. Vestmannaeyjabær eða OHF fyrirtæki leggur lagnir frá miðstöð í götum og gangstéttum og gert ráð fyrir að setja þurfa upp miðstöður og skilgreindu stöðum í bænum. Hugsanlega þyrfti Vestmannaeyjabær eða opinbert fyrirtæki að leggja út fyrir svokallari ljósbreytu, endabúnaði fyrir heimilið, en að öllum líkindum myndi þjónustöðali vilja notast til slíkar ljósbreytu. Og það mikilvægi þess að þessi endabúnaður sé þessi stjarna, þannig að allir séu að fara jafn sterkt inn til sín. Reksturinn á þessu eftir áætla rekstrakostnað ljósleiðarakerfisins þegar það verður tengt og tekið til notkunar. Árlegar tekjur á notendagjöldum gætu numið 45–55 milljónum miðað við það sem flest heimili myndu kjósa að tengjast ljósleiðara. Svo farið við tímalínu í verkefninu og þetta gengur svona yfir 2 ára tímabil og svo hérna samantekt. Í kjölfar COVID-19 hefur komið í ljós að það fátt mikilvægara
en að íbúar og starfsmenn fyrirtæki í Vestmannum hafa möguleika á góðum tengingum heim til sín. Og svo farið í það að þetta getur verið álitlegur fjárfestingakostur fyrir fyrirtæki í Vestmannum, en það mat Vestmannaeyjabæjar að meðan ekki meiri áhugi hjá stóru þjónustuveitunum að fjárfesta í ljósleiðaravæðingu Vestmannum, þá sé eina færa leiðin til að flýta fyrir ljósleiðaravæðingu heimilana að Vestmannaeyjabæjar hefji ljósleiðaravæðingu af fullum krafti. Vestmannaeyjabæjar getur til að mynda stofnað opinbert félag sem sæi að leggja grunnnet ljósleiðar í öll hús sem þjónustuaðilar gætu síðan keypt sér aðgang að. Einnig ekki er ætlunin að reka internetþjónustu eða aðra virðisaukandi þjónustu. Heldur myndi tilvonandi fyrirtæki eingöngu starfrækja grunnnet fjarskipta auk þess sem tölvunet stofnana og sveitarfélags myndu keyra á þessu neti. Og þetta er minnisblað sem er unnið af, eins og ég áður sagði, það er Ólafur Þór Snorrason, framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs og Hallgrímur G. Njálsson sem skrifar undir þetta, deildarstjóri tölvudeildar, kerfisstjóri hjá Vestmannaeyjabæ, og þeir hafa sett þetta upp þannig að þessar tillögur til okkar að þetta samræmist því regluverki sem er á Íslandi, hvernig er hægt að gera þetta og svona. Þetta er að sjálfsögðu bara tillögur. Þetta er eftir mér bókunina, held ég að glemta Og ég með leyfi forseta ætla að fá að leggja fram tillögur. Þetta eru 2 tillögur. Fyrri tillagan hljómar svo: meirihluti EOH-lista leggur til að umræðu og afgreiðslu ljósleiðaravæðingu í Vestmannum verði frestað til næsta bæjarstjórnarfundar þann 11. júní til þess að gefa bæjarfulltrúum kost á að kynna sér betur efnis minnisblaðsins áður en bæjarstjórn tekur ákvörðun framhaldið. Seinni tillagan er meirihluti EOH-lista tekur vel í svokallaða 5G-væðingu í Vestmannum og er bæjarstjóra falið að fylgja eftir viðræðum við Nóa fyrirkomulag og möguleika á slíku umbótaverkefni sem flýtt getur bætt nettengingum í bænum. Þannig þetta eru þessar 2 tillögur og svo óska ég eftir því að það er innbókunarmálið sem svona reifar aðeins það sem ég segi hérna. Þannig forseti, ég óska eftir að forseti lesi. Já, ég þakka Írisi Rópsdóttur fyrir þetta. Það fylgir þessari umræðu innbókun eins og bæjarstjóri kom inn á. Innbókunin er svo hljóðandi: bæjarstjóri lagði fram minnisblað frá framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs og deildarstjóra tölvudeildar möguleika á því að leggja ljósleiðara á öllum heimilum og fyrirtækjum í Vestmannum. Í minnisblaðinu eru raktir kostir ljósleiðaravæðingar, tæknileg útfærsla, kostnaður, fjármögnun og opinber aðstoð, það er ríkisaðstoð, framkvæmd, rekstur og tímalína. Jafnframt upplýsti bæjarstjóri fund sinn og 2 framkvæmdastjóra bæjarins með fulltrúum Nóa svokallaða 5G-væðingu sem stór eflir gagnaflutning og hraða í Vestmannum. Fyrirtæki gerir ráð fyrir að koma fyrir sendum á nokkrum stöðum í Vestmannum í framtíðinni og bjóða þannig stórbætta fjarskipta aðstöðu fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Fyrir eru 2 sendar á vegum fyrirtækis sem eru ljósleiðaratengdir og tilstendur að byrja á að nota. En leggja þá ljósleiðara nýjum sendum sem komin verður fyrir vísvegar eyjuna þegar netið verður þétt. Eins og kom fram að þá liggja orðið 2 tillögur á úrvinnslu á þessu máli. Annars vegar er komin fram frestunartillaga þá að fresta ljósleiðara málinu og hins vegar afgreiðslutillaga með 5G-væðinguna. Það er svo sem ætli sé ekki best að við ræðum þessa 5G-væðingu fyrst, þannig að þá vitum við það ef að hún verður ekki samþykkt, þá getum við tekið það með í hinum málunum líka. Þannig ég held að það sé eðlilegt og já, en Helga Kristín Koppes, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Þetta kemur ekki óvart, þetta er ekki fyrsta skipti við stöndum frammi fyrir svona. Við þurftum líka að leggja símanskjól. Það þótti algjör óþarfi að tengja Vestmanneyjar við talsíma, bara þótti vitleysa. En við ætlum að óska eftir að fá að vera með í þessum bókunum sem að bæjarstjóri lagði fram. Tillögu. Er það ekki leið? Og við samþykjum þetta. Takk.
Já, það er svo að það sé nú ekki miskili, þá er þetta sjálfstæðar 2 tillögur. Það var svo sem alveg ljóst í mínum huga, en kannski ekki alveg rétt það sem ég sagði að öllu heldur að ef það verði ekki áhuga fyrir 5G þá var þetta að taka það þá inn í seinni umræðuna þá næsta fundi. Það var það sem ég átti við í rauninni. En ég fagna því að það sé tekið vel í þetta og það er bara verulega mikil áhuga sýnist mér hérna meðal bæjarfulltrúa, þannig ég næði ekki einu sinni að taka til máls alveg strax. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, ekki svo vel. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég fagna þessu máli og að við séum að ræða þetta hér í dag. Þetta er klárlega heillaskref og mikilvægt skref. Við sjáum það sérstaklega í þeim aðstæðum sem við höfum verið í undanfarnar vikur. Hversu gífurlega mikilvægt það er að hafa öflugar nettengingar. Þetta er auðvitað samgöngur. Þetta eru mikilvæg tól og tæki fyrir okkur til að líka nýta aðra þjónustu sem er jafnvel ekki til boða hér og við sjáum möguleika í eflingu þjónustu til dæmis í heilbrigðismálum. Að það væri óskandi að hægt væri til dæmis að nýta myndsýntal eða fjarþjónustu fyrir ýmsa þjónustu sérfræðinga í Reykjavík. Þannig að hægt væri til dæmis að spara fólki ferðalög og annað slíkt og við viljum auðvitað líka sækja í þessa aðila sem að finna það núna og hafa fundið það undanfarnar vikur að þetta er klárlega möguleiki að vinna heiman frá sér eða vinna frá vinnustað. Eins eru mörg fyrirtæki að vakna líka upp við það að það er möguleiki að hafa starfsmennina ekki alveg nákvæmlega í sínu húsi og sjá fram á þannig rekstrarkostnaður gæti verið minni við það að vera færa jafnvel starfsstöðvarnar inn í minni húsnæði. Að samaskapi að þá er mjög áhugavert og ánægilegt að heyra þetta með 5G-tenginguna. Ég myndi bara persónulega vilja fá aðeins meiri upplýsingar, bara hvernig þetta kom til, hvort að eru einhverjar fjárhagslegar skuldbindingar tengdar þessu gagnvart sveitarfélaginu, bara svona í hvaða farvegi þetta er statt þar sem þetta er í fyrsta skipti sem ég er að heyra þetta núna en er afar ánægð og spennt að heyra hvernig þessu máli er vaxið. Takk fyrir. Já, þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Ég ætla að fá með leyfi varaforseta að fá að leggja hér örstutt orð í belg. Ég fagna þessari vinnu sem að bæjarstjóri hefur falið starfsmönnum að vinna og ég held að þessi samantekt sé ákaflega góð. Ég held að við höfum ekki stigið jafn stórt skref fram að þessu í ljósleiðara málum og ég held að þessi 5G-væðing sé sannarlega eins og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir kom inn á, þetta er milliskref. Það er afleitt samband víða og við höfum rætt þetta allavega á fleiri en einum og 2 bæjarstjórnarfundum nú þegar. Þannig að ég fagna þessum áhuga og ég á nú ekki vona öðru en að Nóa sem hefur áhuga á þessari 5G-væðingu, þeir gera það áfram á markaðsforsendum eins og önnur fjarskiptafyrirtæki. Þeir eru náttúrulega með senda hérna í Eyjum nú þegar og væntanlega þarf að uppfæra þá eins og þeir gera annars staðar á landinu. Það er að reka 5G neta hluta í Reykjavík nú þegar. Þannig að það er ánægjulegt að þeir hafi áhuga á að koma hér og ég held að þetta eigi bara eftir að hreyfa svolítið vel við málunum og ég er virkilega hrifinn af þessum svokölluðum point-to-point tengingum í ljósleiðurum eins og að koma inn á. Það er þessar stjörnutengingar. Sjálfur á ég nú ennþá persónulega tengingar inn í bæði þessi fyrirtæki, Mílu og Gagnaveituna sem hafa nú verið stærst í þessu, þannig að ég þekki þetta nú ágætlega þó að þekkingin svona getur nú aðeins dvínað svona með tímanum þegar maður er ekki inn í þessu. Þetta er stundum svolítið flókið. En þó að ég eins segi, það er kannski ekki hraðinn heima hjá mér en nú kannski ekkert stórkostlegur á tæknimáli kannski 20 megabitar. En það hefur verið að bjóða upp á þessum 5G kannski upp undir 300 megabita, þannig að það er nú rúmlega 10-földun, 15-földun. Þannig að það er strax stökk og svo ef við séum farin að tala ljósleiðara þá erum við farin að tala 1000 megabita. Þannig að það er töluvert
meira heldur en maður hefur í dag, en það er eins og segi, vestur í bæ heyrir maður oft í fólki sem hefur afleita tengingu og nánast betra að vera á 4G. Þannig að ég fagna þessu, ég held að þetta sé og bara ánægilegt að það lýsi allir yfir vilja á að keyra þetta bara áfram. Þannig að ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, en ef bæjarfulltrúar vilja ræða þessi ljósleiðarmál áður en við tökum tillögur til atkvæðagreiðslu, þá er orðið laust. Eyþór Haraldsson til svar. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég vil bara fagna þessari skýrslu og þetta er eitt af stóru málunum fyrir okkur Eyjamenn að leggja ljósleiðara allt bæjarfélagið. En auðvitað veltum maður kannski upp svona hugmyndum, bara eru menn að tala að kannski allt eftir að útfæra þetta sjálfsög, mánaðargjald per heimili, valkvætt, eða verður þetta einhver nefskattur bara, menn setji bara þetta inn í útsvarstekjuna eða skatttekju bæjarins að græja þetta í húsinn og rukka fyrir einhverja notkun eða hvernig sem það verður. Og þurfa menn að kanna bara hvað ætla margir að vera með áður en þetta er byrjað, því þetta er auðvitað gríðarlegt verkefni að grafa upp mest allan bæinn, eitthvað til að rörum ykkur staðar og misflókið að gera þetta. Maður googlaði nú regluverkið í þessu fjarskiptalögum svona aðeins til að reyna að gá hvort að það væri einhver stutt lesning. Maður gafst upp á því mjög fljótlega, bara innan 15 sekúndna, og þegar maður sá að þetta var bara fyrir mjög löglærða menn og mikla þekkingu, þannig að regluverkið verður að vera eitthvað staðar annar staðar en í svona kommentum núna. En auðvitað, svo er verið að tala svona ljósleiðara og svo kemur inn í umræðuna 5G net. Það væntanlega passar ekki, það fara varla báðir af stað með það, eða er það jafnvel hugmynd, en maður veit það ekki. Þannig að, en það sem að mér finnst kannski skemmtilegast við þetta og fagna mest við að leggja ljósleiðara allan bæ, að þetta er gríðarlega stór skref bara gagnvart nýsköpun og frumkvöðlastarfi sem getur þá farið fram alla bæ. Takk. Þakka Eyþór Haraldssoni fyrir. Áður en við förum og tökum tillögurnar, þá hefur Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gefið með merki kjörsuvel Íris. Forseti, bæjarfulltrúar. Nova hafið frumkvæði og óskað eftir fundi með mér og þeim sem þekkja málið, og það eru bara þeir sem unnu þetta minnisblað sem tóku þann fund með okkur ásamt Angantýri Einarssyni sem er framkvæmdastjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, og að sjálfsögðu spurðum við út í það hvort þetta væri fjárhagslegar skuldbindingar, og ég hef ekki lagt þessa tillögu fram ef hún þýddi það. Það eru engar fjárhagslegar skuldbindingar fyrir sveitarfélagið í þessu, en það getur verið að þeir óski eftir því að fá að setja einhver lítið loftnet á einhver tvær þeirra byggingar. Það er þess eðlis, og að bæjarfulltrúi Eyþór Haraldsson og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir myndi ekki tefja málið of mikið ef þau væru með litla diska sem vildu skrúa hús, ef þau þurftu að sækja það til þeirra. En þetta er og þá spurðum við að sjálfsögðu út í það hvað þýðir þetta fyrir neytandann. Ljósleiðaravæðingin getur þýtt fullt af peningum fyrir neytandann, getur verið dýrt að taka eins ljósleiðara. Til þess að geta tengst 5G þá þarf að kaupa nýjan ráter, sem er ekki stór fjárfesting á flestum heimilum. Þeir úreldast hratt, en það er þannig að í þessu, að þið kannski hafi fylgst með því, að það er búið að hefur verið svona dálítið læti í kringum 5G í heiminum, en það er þannig að þetta er 2 ára leyfi og það er þeir eru skyldugir, allir þeir sem að er Nova, að er Míla og heitið hann það Vodafone. Já, þessi 3 fyrirtæki hafa öll leyfi og þau eru skyldug til að hleypa hverjum inn á selja hverjum öðrum þjónustu til þess að allir sitja við sama borð, sama hver er að tengja. En auðvitað rukka þeir örugglega mjög mikið fyrir það. Þannig að til dæmis skemmtileg dæmi sem hún Margrét Tryggvadóttir sem er forstjóri Nova sagði okkur frá, að eftir 10-15 ár þá erum við komið sjálfkeyrandi bíla, þeir munu vera á 5G og þá þarf þéttara net af sendum, en að því Eyþór kom inn á með ljósleiðarana sjálfa hvort ætti að gera þetta saman.
Þetta geti kannski gert það að verkum að við getum farið hægar í heimilisuppbyggingu á ljósleiðara. Eins og staðan í dag þá kemur þetta ekki í staðinn fyrir það, en 5G þarf ljósleiðaranet undir. Og þá er þetta að leggja netið sem undir, það eru ljósleiðarar að minnsta kosti á 2 þessu sendum sem þið þurfi í dag, en leið og við förum að nýta tæknina meira, eins og með bílan og eitthvað, þá þarf meira gagnamagn og þá þarf fleiri senda. En þetta allavega fyrir mína parta mjög spennandi verkefni og myndi gera talsvert mikið fyrir okkur, en að sjálfsögðu ef það er einhver formleg skuldbinding fyrir sveitafélagið og eitthvað, þá er það sjálfsögðu tekið upp á réttum vettvangi, en mér fannst rétt að taka þetta samt hérna inn og setja þetta inn, og mér finnst bara mikilvægt að vera búin að upplýsa það, þannig að við getum haldið áfram þessu samtali vegna þess að Nóa hefur sýnt það mikinn áhuga að þeir vilja gera þetta mjög hratt. Þannig að við getum kannski bara verið að horfa á það í lok árs að við værum búin að bæta netsambandið mjög mikið hérna. Og eitt í lokin, það er algjörlega bannað. Það er greinilegt að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson las lögin bara í 15 sekúndur. Það er algjörlega bannað að skikka fólk inn í eitthvað svona og búið til neðskatt. Þetta er ekki lögbundið, við höfum ekkert leyfi til að leggja svona gjald á fólk og ákveða allir farið inn í það. Þess vegna er þetta svolítið flókið hvernig þetta er lýst, hvernig við getum gert þetta, vegna þess að þetta áður að vera á samkeppnisforsendum og við færum aldrei nema fólk yrði boðið og þeir sem vildu getur keypt sig þjónustuna inn á þessu tengla. Þannig það er kannski aðeins flóknar umræða, þess vegna finnst mér bara mikilvægt og þess vegna leggjum við fram þessa tillögu að bæjarstjórn geti rætt þetta og við getum saman ákveðið hvernig við viljum gera þetta og þá er þetta að svara ýmsum fleiri spurningum líka. Eins og forseti kom inn á hérna áðan, þá er þetta talsvert flókið, en ég er svona orðin stubbafæri í þessu eftir þessa fundi, svona í þessum málefnum, en auðvitað og eins og þið sáuð að þá þurftu meira að segja kerfisstjórinn okkar að ráða sér sérfræðing vegna þess að þetta er mjög flókið og það skiptir bara máli að þetta sé gert vel og eins og ég kom inn á það líka að við séum með ákveðna aðstoð til þess að geta sótt sem skiptir máli að við fengjum fjármagn og gætum við byrjað. Takk Íris Róbersdóttir fyrir þetta. Ég ætlaði mér að taka þessar tillögur til atkvæðagreiðslu. Ef enginn biður orðið meira í þessu. Við vorum hér með eins og bæjarstjóri las upp. Það eru 2 tillögur að meirihluti E&H-lista tekur vel í svokallaða 5G-væðingu í Vestmannaeyjum og er bæjarstjóra falið að fylgja eftir viðræðum við Nóa fyrirkomulag og möguleika á slíku umbótaverkefni sem flýtt getur bættum netingum í bænum. Þannig að þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefi atkvæðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum og hin tillagan var þá svohljóðandi: meirihluti E&H-lista leggur til að umræða og afgreiðslu ljósleiðaravæðingu í Vestmannaeyjum verði frestað til næsta bæjarstjórnarfundar þann 11. júní næstkomandi til þess að gefa bæjarfulltrúum kost á að kynna sér betur efni minnisblaðsins áður en ákvarðanir eru teknar framhaldið. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa mér atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt líka 7-0. Þar með lýkur þessum dagskrárlið númer 4. Við tekur dagskrárliður númer 5 sem framkvæmd á Hafnaráð Vestmannaeyja fundi 250. Það er liðir 1-2 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa mér atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá göngum við til dagskrár 7. dagskrárlið sem er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundi 324. Það var óskað eftir umræðan lið númer 1 og liður 2 kemur til staðfestingar frá byggingafulltrúa. Það eru báðir aðilar sem vilja ræða umhverfisstefnuna og það er Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, býtu við. Nú er þetta búið að vera svo skemmtilegt allt saman að ég er bara að gleyma mér hérna aðeins. Þó að bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason sé ekki með okkur, en þá man ég eftir því að hér á einhvers staðar að vera úr fundagerðinni. Bíðið nú við. Þetta er hérna allt saman. Ég er enn að venjast þessari viðbröðun hérna. Þetta er komið allt saman. Það er liður 1 umhverfisstefna Vestmannaeyjabæjar. Lögð fram skýrsla vinnuhóps umhverfisstefnu Vestmannaeyjabæjar. Skýrsla dagsett 28. apríl 2020. Niðurstaða:
Tillaga vinnuhópsins liggur fyrir, meirihluti hópsins leggur til að samið verði við Eflu á grundvelli verkefnatillögu þeirra, enda samræðist hún þeim metnaðarfullu áherslum og væntingum sem Vestmannaeyjabær hefur til vinnu á umhverfis- og auðlindastefnu. Mikilvægt að umhverfis- og auðlindastefna fyrir Vestmannaeyjabæ sé unnin af sérfræðingum eins og umhverfisfræðingum sem hafa sérþekkingu á málaflokknum. Ráðið felur starfsmönnum umhverfis- og framkvæmdasviðs ásamt vinnuhópi sem skipaður var að koma að vinnu við umhverfis- og auðlindastefnu með Eflu, samþykkt með 3 atkvæðum fulltrúa á H-lista. Fulltrúa D-lista bóka, fulltrúa D-lista mótfallin tillögunni og vísa í sérálit fulltrúa D-lista í tillögu vinnuhópsins. Undir það rita Margrét Rós Ingólfsdóttir og Eyþór Harðarson. En nú komið að því Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti. Vinna með umhverfis- og auðlindastefnu fyrir Vestmannaeyjabæ hefur ekki verið unnin áður og töldu bæjarfulltrúar meirihlutans mikilvægt að leggja áherslu á að fara í þessa vinnu. Umhverfismál eru alltaf að verða stærri og mikilvægari þáttur í okkar lífi. Fólk er orðið meðvitaðar mikilvægi þess að ganga vel umhverfið sitt, náttúruna og nýtingu auðlinda. Með þessari vakningu eðlilega gerðar auknar kröfur á sveitarfélög og fyrirtæki. Starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs hafa fundið fyrir mikill aukning á verkefnum tengdum umhverfismálum og það mjög mikilvægt fyrir okkur að bregðast við og vera meðvituð þessa aukningu, enda eru margir snertifletir í þessum málaflokki. Allir bæjarfulltrúar voru sammála mikilvægi þess að fara í þessa vinnu á vinnufundi sem var við fjárhagsáætlanagerð þar sem umræður voru meðal annars umhverfis- og auðlindastefnu og að sú stefna væri unnin af sérfræðingum sem væri með sérþekkingu á þessu sviði, enda var gert ráð fyrir 5 milljónum í þetta verkefni. Mikilvægt er fyrir okkur að vita hver staða sveitarfélagsins og hvað hægt að gera til að bæta hana og hvað raunhæft til þess að það sé mögulegt. Umhverfis- og skipulagsráð skipaði starfshóp vegna umhverfis- og auðlindastefnu Vestmannaeyjabæjar og í honum eru Jóna Sigríður Guðmundsdóttir formaður ráðsins, Margrét Rós Ingólfsdóttir fulltrúi minnihlutans í ráðinu og Jóhann Jónasson forstöðumaður þjónustumiðstöðvar áhaldahúss ásamt starfsmönnum umhverfis- og framkvæmdasviðs. Hlutverk hópsins er að leita tilboða frá sérfræðingum, fara yfir og meta tilboðin, vinna með sérfræðingum eftir þörfum, fylgjast með framgangi vinnunar og fara yfir loka afurð. Skipulags- og umhverfisfulltrúi sem er nýráðinn mun hafa yfir umsjón með verkefninu og bera ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni stefnunnar. Tilboð voru fengið frá 4 aðilum, Eflu, Mannvit, Podium og Resorts. Starfsmenn sviðsins drógu saman þá þætti sem voru í tilboðinu þegar fyrirtæki sem fengið voru tilboð frá. Efla sett upp verkþætti og leggur mikið upp úr vinnu við umhverfisgreiningu. Gerðu að mælanleg markmið með aðgerðaráætlun og mikil reynsla er á slíkri vinnu innan fyrirtækisins og tilboðinu var fylgt eftir með fundi. Mannvit var með 3 tillögur af verkfyrirkomulagi og ekki voru settir upp verkþættir og gert að ráð fyrir stuttri yfirferð á bakgrunnsgögnum. Gerð verða mælanleg markmið með aðgerðaráætlun og mikil reynsla af slíkri vinnu er innan fyrirtækisins. Podium sett upp verkþætti en taka ekki fram að umhverfisgreining verði unnin. Gerð verða mælanleg markmið með aðgerðaráætlun en engin reynsla er á nákvæmlega þessari vinnu innan fyrirtækisins. Resorts sett upp verkþætti en taka ekki fram að umhverfisgreining verði unnin. Gerð verða mælanleg markmið en ekki aðgerðaráætlun og gögnum reynslu fyrirtækis af slíkri vinnu var ekki skilað inn. Meirihluti skipaðs vinnuhóps lagði til að samið yrði við Eflu á grundvelli verkefnatillögu þeirra. Hún nær yfir alla þá þætti sem eru mikilvægir í þessari vinnu og jafnframt er mikilvægt að þessi vinna sé unnin af sérfræðingum eins og umhverfisfræðingum sem hafa sérþekkingu á málaflokknum. Í þessari vinnu eru starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs einnig mjög mikilvægir. Meirihluti ráðsins samþykkti að semja við Eflu að lokinni samþykkt á þessum fundi verður hægt að byrja á þessari vinnu. Þetta er stórt og þarft verkefni og það er mikilvægt fyrir Vestmannaeyjabæ að vera með vandaða og fastmótaða stefnu til framtíðar sem góð samstaða verður um. Við sem sveitarfélag viljum standa framarlega í þessum málum og skapa gott fordæmi. Takk fyrir. Já, þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta. Það var ósk úr minnihlutanum jafnframt að ræða umhverfisstefnuna. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar,
Já, umhverfisstefnan, hún hefur verið svo sem aðeins til umræðu og við höfum tjáð okkur opinberlega hana, eða ég allavega hana. Ég held að sé rétt að komi fram og ég leiðrétti þá Jónu formann, Jónu Sigríði Guðmundsdóttir, hvað miðinn okkar? Hann ekki hérna? Bæjarfulltrúa. Að hérna, þetta fannst minnihlutanum líka mikilvægt að gera þessa stefnu, þannig að orðaði það eins og það var bara minnihluti. En okkur fannst mikilvægt að gera þessa stefnu og Margrét Rós fór í nefndina með þér eins og nefndir og taldir upp gerð þessara umhverfisstefnu. Þegar að á leið þá uppgötar hún að hún ekkert að fara að vinna í að gera þessu umhverfisstefnu í hópnum, heldur átt hún bara að meta tilboð frá verkfræðistofum að sunnan sem að höfðu reynslu í þessu að gera þessar umhverfisstefnur og þannig lagað átt hún ekkert að koma að þessari stefnu. Það var verið að bara fara að kaupa þannig lagað fullgerða umhverfisstefnu og láti í það skína að hér væri lítið sem ekkert búið að vinna í svona málum undanfarin ár og við vitum það að aðalskipulag hefur að geyma mikið af gögnum sem að fara inn í svona umhverfisstefnu. Það verið að ráða nýjan starfsmann á umhverfis- og tæknisviðið sem að okkar mati hefði verið miklu gáfulegra að bíða með að skipuleggja þessa vinnu og fela þeim starfsmanni að leiða þá vinnu og vinna náttúrulega hérna innan úr bæjarfélaginu og með þá þekkingu sem til staðar í bæjarfélaginu og kaupa svo sérfræði þjónustuna sem á vantar en ekki að fara einföldu leiðina að kaupa eina stóra tilbúna skýrslu sem að menn væru meira og minna ekkert innviklaðir inn í. Ég ætla nú ekki að skrifa allt séráliti sem að Margrét, eða lesa allt séráliti sem að við vitnuðum í þessari bókun. Það sjá allir á netinu og í gögnum með fundinum. En mér fannst mikilvægt að þetta kemur fram frá okkur með hverju við höfum verið að deila á þetta, hvernig þetta fer fram og að við skulum útdeila svona miklu fé strax bara í tilbúna skýrslu og verðmeta í rauninni ekkert vinnuna sem fer hérna á eftir að fara fram hér heima þá í kjölfarið. Þakka Þóri Harðarsyni fyrir fleiri ræða þennan lið umhverfisstefnu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, ég tek undir ýmislegt sem hefur komið hér fram. Ég tek undir það að umhverfisstefna er sjálfsögðu afar mikilvæg og ég er hlynnt vinnslu hennar, líkt og bæjarfulltrúi Eyþór kom hér inn á. Umhverfismál auðvitað standa okkur öllum nærri. Við viljum hafa, við viljum ganga vel jörðina og við viljum í rauninni tryggja að allt það sem við erum að gera og láta frá okkur sé uppfylli þá staðla sem þeim ber og við náttúrulega til dæmis eins og flesti hér þekkja erum auðvitað að standa til dæmis frammi fyrir vanda inn í höfnin okkar sem er nauðsynlegt að ráða bóta á og ýmis annar vandi sem við erum að standa frammi fyrir. Við erum að reyna að draga úr notkun á plasti og öðrum mengandi þáttum. Ásýnd umhverfisins okkar líka er auðvitað gífurlega mikilvæg gagnvart ferðaþjónustunni og þeim sem koma hér og upplifa eyjuna. Við þurfum að sýna fram á ábyrga starfsemi hvað varðar umhverfisvernd og auðvitað ekki bara fyrir okkur heldur kannski fyrst og fremst fyrir framtíðina. Og líkt og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson kom inn á að þá er það oft þannig að ef við vinnum verkin ekki sjálf að þá er
ólíklegra að þeir sem eru og eiga framfylgja henni skilja hana og þekkja hana nægjanlega vel eins og þeir sem að leggja hana fram. Þannig að auðvitað þeir sem að vinna hana þekkja hana lang best. Það kom hér fram í máli bæjarfulltrúa Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur að við fjárhagsáætlunargerð hafa verið samþykktar 5 milljónir í téða umhverfisstefnu. Auðvitað er það svo, líkt og kemur fram í skýringum ársreiknings Vestmannaeyjabæjar, að þá eru aðstæður í samfélaginu aðrar í dag en þær voru þegar við ákváðum fjárhagsáætlun. Ef við værum í rauninni að samþykkja þessa stefnu, þá værum við á ákveðin hátt að fara gegn varnaðarorðum í skýringum ársreikningsins, þar sem kemur fram að blikur séu sannarlega á lofti. Við getum vel sleppt því að borga allar þessar milljónir. Það er þarna til dæmis í þessum verðtilboðum sem komið fram að þá eru þó nokkuð tilboð sem eru mun lægri. Og það er ekki þannig, auðvitað tilboð er sannarlega metnaðarfullt og lítur vel út og allt það, en sjálfsagt er hægt að fá einhvern enn annan til að bjóða jafnvel í verkið enn dýrara og gera það þá ennþá metnaðarfyllra. En þetta er bara svolítið eins og versla sér merkjavöru. Það þarf ekki endilega að vera betra eftir því sem það kostar meira og er ef til vill ekkert endilega skynsamlegast fyrir fjárhaginn þó að mörgum finnist það eitthvað voða töff. Það eru auðvitað margir möguleikar á áframhaldandi vinnu svona verkefnis. Líkt og kom fram í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar að þá eru mikið af skýrslum, minnisblöðum og öðru sem að liggur fyrir sem er hægt að nýta við vinnuna. Það er auðvitað gríðarleg vinna sem fór í aðalskipulagi, það er umhverfisskýrsla sem lögð var fram við vinnslu aðalskipulagsins, skýrsla Hreggviðs Nordals efnisnám liggur fyrir. Það eru skýrslur frá Veðurstofunni varðandi hrun og annað slíkt. Þannig að það er margt sem er til sem er hægt að byrja að vinna áfram. Og að sjálfsögðu eins og kom hér fram og var mjög gleðilegt skipun og ráðning nýs skipulags- og umhverfisfulltrúa, það veitir okkur tækifæri til þess að nýta þann starfskraft sem er hvorki meira en minna að ég held umhverfisverkfræðingur, að nýta þekkingu þessa nýja starfsmanns í þetta verkefni. Og þar held ég að sá starfsmaður væri fljótur að vinna upp fyrir sínum launum. Þannig að ég segi eins og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson að vísa í sérálit Margrétar Rósar þar sem að ég tek undir áhyggjur hennar varðandi þennan kostnað og já, til að þessum fjármunum sé sannarlega hægt að verja með skynsamari hætti og sé hægt að stíga varlega til jarðar líkt og við erum hvött til í skýringum ársreikninga. Takk fyrir. Já, ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Njáll Ragnarsson hefur beðið um orðið gjörsamlega. Forseti. Umhverfisstefnan, ég vil nú byrja því að fagna því að þessi vinna sé hafin. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við sem sveitarfélag á 20. og 1. öld horfum til þessara mála og vöndum okkur þegar það kemur að því að hugsa umhverfið. Sko, í fyrra haust að þá var samþykkt hér fjárhagsáætlun og á vinnufundi bæjarstjórnar í tengslum við þá vinnu að þá var fjallað það að setja fjármagn í það að fara í þessa vinnu. Mér finnst varabæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa á einhverjum vettvangi lýst svolítið frati á það að þetta fjármagn hafi verið samþykkt þarna. Telja þetta sé hægt að gera þetta betur og ég vísa þó í sérálit Margrétar Rósar í þessum hópi. Hún sér fyrir sér að starfsmenn geti gert þetta og ég þekki nú ekki til vinnu álags hjá starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar, þannig að ég get nú ekki
kannski metið það hvort að þeir hafi yfir höfuð tíma í það að gera þetta og ég velti líka fyrir mig hvort að þeir hafi hreinlega þekkinguna til þess að gera þetta og gera þetta almennilega vegna þess að það var sérstaklega rætt það í haust þegar við samþykktum fjárhagsáætlun 5 milljónir til þess að gera umhverfisstefnu og þá var rætt það að þarna þyrfti að koma til sérfræði þekking sem að væri ekki til staðar hér innanbæðir 5 milljónir voru samþykktar í fjárhagsáætlun og mér langar bara til að velta því hérna upp hvort að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sé að leggja til að það veri hætt við þetta þessar 5 milljónir verið teknar út og það veri hætt við að vinna þetta svona er það sem við verið að leggja hér til að hætta við að eyða þessum 5 milljónum sem hafa þegar verið samþykktar stendur það til verður lögð fram hér tillaga það að draga þessa ákvörðun tilbaka, gera þá viðauka þar sem að 5 milljónir verða dregnar tilbaka vegna þess að við treystum okkur til þess að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Það væri bara fínt að fá það þá upp á borðið. Já, ég þakka Njáli Ragnarsson fyrir þetta. Orðið er áfram laust undir umhverfisstefnunni. Það er Helga Kristín Kolbens og þeirri til. Viljiði þannig að Jóna Sigríður getið safnað í bókið, viljiði koma með fleiri spurningar eða? Hún fær þá bara svarið. Já, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá aðeins að renna yfir til viðbótar að hópurinn sem skipaður var, hann mun að sjálfsögðu vinna með Eflu og starfsmönnum sviðsins og að sjálfsögðu mun nýr skipulags- og umhverfisfulltrúi koma bara beint inn í hópinn þegar hann byrjar, líklega miðjan júní. Ýmis gögn og skýrslur eru til hjá Vestmannaeyjabæ sem munu nýtast í þessa vinnu enda mun Efla kalla eftir nauðsynlegum gögnum í þessa vinnu. En mig langar til að beina tveimur spurningum til bæjarfulltrúans Eyþórs Harðarsonar. Telur bæjarfulltrúinn Eyþór Harðarson að skýrslur sem eru til og unnar voru fyrir aðalskipulag muni vera fullnægjandi í vinnu við umhverfis- og auðlindastefnu þar sem meðal annars verður sett fram loftslagsbókhald og kolefnisspori reiknað. Og þetta er nefnilega það mikilvægasta fyrir framhaldsvinnuna, þetta tvennt. Og finnst bæjarfulltrúa Eyþóri Harðarsyni sanngjarnt að setja slíka vinnu á starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs þar sem fagþekkingin fyrir slíkri vinnu er ekki til staðar. Ekki fleiri bildi, takk. Já, ég þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Helga, Eyþór, ætlar að grípa tækifærið ekki svo Eyþór Harðarsson. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er ánægjulegt að maður kynni á manni spurningar. En Njáll Ragnarsson, bæjarfulltrúi, ég held að það hafi komið fyrir áður þegar ég hef verið í því pontu að hann hefur ekki hlustað á mig. Það er ekki fyrst skipti. Því hann spyr mig hvort ég sé á móti því að sé verið að setja 5 milljónir í umhverfisstefnuna. Ég hóf mál mitt áðan á því að ég væri sammála því að fara í umhverfisstefnu en það væri þetta bara þarft verk og skulum bara orða það eins og Njáll bæjarfulltrúi Ragnarsson á 21. öldinni. Þá er þetta bara lenskan. En að blanda þessu saman við það að út því að í áætlanagerð hjá bæjarfélaginu hafi verið samþykkt 5 milljónir í umhverfisstefnu að þar með eigum við í umhverfis- og skipulagsnefnd ekki að tjá okkur aðferðirnar við að vinna þessa stefnu. Ég er að meina, þú veist, þetta snýst við erum að deila á það, aðferðafræðina við að eyða þessum peningum, við erum ekki að tala fjárhæðina per se eða ganga gegn samþykkt
þeirra bæjarfulltrúa sem að samþyktu fjárhagsvald. Þetta hefur ekkert með það að gera. Ég vona að ég sé að svara því máli, en bæjarfulltrúi Jóna Sigríður Guðmundsdóttir spyr hvort að ég telji aðalskipulag sé fullnægjandi til að vinna umhverfisstefnuna. Það er að sjálfsögðu ekki fullnægjandi, en við höfum talað að það er mikið af gögnum í aðalskipulaginu sem að fer inn í umhverfisstefnuna og það er bara þekkt. Og hvort að þú spyrð að mig minnir að hvort að starfsmenn sviðsins séu með þá fagþekkingu til að klára svona stefnu, og sé sanngjarn. Ég fór inn á það að það er nýbúið að ráða umhverfis og starfsheitið hvað, umhverfis og skipulagsfulltrúi eða? Skipulags- og umhverfisfulltrúi. Já. Ég ætla bara að vona það að það sé hæfur einstaklingur til að leiða svona vinnu sem umhverfisstefnan og ég er bara alveg viss að það sé þannig, þannig að ég vona að ég hef svarað spurningunum. Takk. Já, ég þakka Eyþóri Harðarsyni fyrir. Það voru einhverjir fleiri sem vildu taka til máls. Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, ég fagna umhverfisstefnu. En ég fagna ekki að það búa bara til eitthvað blað og setja í skúffuna. Við þurfum að auka umhverfisvitund Eyjamanna allhressilega. Ekki bara Eyjamanna, heldur allra jarðarbúa. Þetta er vá, sem ég finnst það bara klísja, og 5 milljónir í umhverfisstefnu er bara óskup lítið bara ekkert svo mikið. En það er að búa til stefnu, þá þarf svo miklu meira heldur en bara ráðgjafa. Stefnukostnaður, ráðgjafahlutinn, hann er bara brot af því sem við þurfum til þess að búa til stefnuna. Og hvað þá þegar stefnu er svona stór? Og við verðum að tengja þetta við þau markmið sem að Ísland hefur undirgengist. Við erum búin að samþykkja Parísarsamkomulagið, við erum búin að samþykkja loftslags hjá Sameinuðu þjóðunum, við erum ákveðin heimsmarkmið sem við þurfum að tengja við okkar sveitarfélag, en fyrst og fremst þá þurfum við að vera öll í takt. Og 5 milljónir, þannig að það sem er svona okkar megin stefna, við erum hlynnt stefnunni, það er aðferðafræðin eins og Margrét kom inn á og nýráðin umhverfis- og skipulags- og umhverfisfulltrúi Dagný Hauksdóttir, en ég ekki rætt við hana sjálfa, en það væri virkilega ánægilegt að þessi nýji starfsmaður myndi leiða þessa stefnu. Hún náttúrulega, þessi fulltrúi vinnur með hópnum eins og kom fram í málu Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur. En hvort við gætum kannski fresta þessu bara líka og aðeins skoða aðferðafræðina, þá væri það mjög ánægilegt. Takk. Já, ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Ég held ég ætla að grípa á orðið bara með leyfi varaforseta örlítið og skjóta inn og taka undir með Helgu Kristínu Kolbeins að það er auðvitað þurfa fleiri að koma að þessu og ég held að það liggi nú allavega í mínum huga liggur það nú svona augljóst fyrir en það er fátt sem kemur samt í staðinn fyrir góðan ráðgjafa sem hefur sérþekkingu á málunum. Þannig að ég fagna þessu að Efla taki þetta að sér, þetta er metnaðarfullt. Sýnist mér þessi gögn og ég er spenntur eftir þessu. Það er ekki víst að fáum mörg tækifæri á náttúrunni. Við þurfum að fara sparlega með umhverfið til þess að þeir sem á eftir okkur koma njóti sömu gæða. Þannig að ég held að þetta sé bara gott skref fram á við. Þannig að það er mitt svona ef ég fæ að skjóta mínu áliti inn í þetta en orðið að sjálfsögðu laust áfram undir þessu lið.
Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, mjög áhugaverðar og forvitnilegar umræður sem að eiga sér stað hér á fundi bæjarstjórnar. Ég verð að viðurkenna að orðfæri formanns bæjarráðs, Njáls Ragnarssonar, hræðir mig. Fyrir þá sem það ekki þekkja, að þá fer bæjarráð með fjármál og stjórn bæjarfélagsins. Við sannarlega við fjárhagsáætlun samþykktum 5 milljónir í verkefnið og við skulum taka það fram að það var fyrir COVID, fyrir það hrun sem við erum fara að standa frammi fyrir. En COVID og öllu öðru óháð, það að samþykktar hafi verið 5 milljónir við undirbúning fjárhagsáætlunar gerðar þýðir ekki að það þurfi að greiða 5 milljónir. Það þýðir að það svigrúm til staðar en að sama skapi ætti það sjálfsögðu að vera vilji formanns bæjarráðs sem að sér peningapingjuna fyrir Vestmannaeyjabæ að reyna að ná eins hagkvæmu tilboði og hægt er. Það lágu 4 tilboð fyrir ráðinu eða fyrir þessum starfshópi sem ætlaði að einhverju skildu að þannig að þeir ættu að vinna vinnuna en það var víst ekki þannig. En það voru 4 tilboð eða var óskað eftir verðtilboðum og það bárust þessar 4 tölur og dýrasta tilboðinu tekið og það virðist eiga að halda áfram og halda sig við það að taka dýrasta verðtilboðinu. Og ef að það skoðun formanns bæjarráðs að ef búið að samþykkja fjármagn að þá bara sé reynt að eyða þeim peningum að þá held ég að þessi umhverfisstefna sé ekki okkar stærsta vandamál. En með leyfi forseta þá ætlum ég að fá að leggja hér fram breytingartillögu. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að nýráðinn skipulags- og umhverfisfulltrúi bæjarins leiði vinnu við mótun umhverfisstefnu Vestmannaeyjabæjar í samráði við starfsmenn sviðsins og starfshóp umhverfisstefnu. Við undirbúning stefnunar verður meðal annars unnt að vinna úr fyrirliggjandi gögnum umhverfismál. Fenginn verði ráðgjafi til að fara yfir drög að umhverfis- og auðlindastefnu sem kemur með ábendingar sem áfram verði unnið úr. Afurð þeirrar vinnu verður svo kynnt umhverfis- og skipulagsráði og loks bæjarbúum á opnum fundi þar sem möguleiki verður að koma á framfæri athugasemdum. Bókun lýkur. Hér komin fram tillaga, leiðingatillaga, en á undan var Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri búin að biðja um orðið, þannig að Íris gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, allir bæjarfulltrúar og líka varabæjarfulltrúar sem hafa setið hérna með okkur eru sammála um það að okkur ber skylda til að fara vel með það fé sem Vestmannaeyjabær hefur. Og ég veit bara ekki betur við höfum verið að gera það. En ég lít á umhverfis- og auðlindastefnu, það gleymist svolítið hérna í umræðinu að tala um að þetta er líka auðlindastefna, umhverfis- og auðlindastefnu sem fjárfestingu inn í framtíðina fyrir þetta sveitarfélag. Og miðað við þau gögn sem við höfum séð að þá það eina sem rætt var, ég veit að það kom COVID, en lífið heldur samt áfram. Og ef við þurfum á því að halda, að þá munum við að sjálfsögðu fylgjast vel með fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar og gera þá viðeigandi viðauka ef á þarf að halda. En við fórum í bæjarráði yfir 4 mánaða uppgjör og það leit bara vel út, en auðvitað ýmislegt í gangi. En ég held að það sé ofboðslega mikilvægt að átta sig á því að þessi hlutir sem Jónas ræddi hérna til dæmis áðan eins og loftslagsbókhald og kolefnisspor og annað,
þetta eru pínu flóknir þættir og það þarf að hafa svolítið fyrir því að koma þessu inn. Það er ýmislegt, þetta er mjög, mjög viðamikil stefna og einhver sagði nú í mín eyru að þeim þætti þetta ekki dýrt og ég heyrði líka Helga Kristínu Kolbeins bæjarfulltrúa að ræða það áðan að þetta væri ekki há fjárhæð ef að þetta væri allt sem við þyrftum að kaupa og ég held að ef þetta væri öll stefnan ég sé allt sem við þyrftum að kaupa í tengslu við gerð stefnunar en staðan er bara þannig að sjálfsögðu er komin tími til þess að Vestmannaeyjabær gerir sér umhverfis- og auðlindastefnu og að sjálfsögðu á hún ekki að vera blað sem er hún í skúffu. Það eru allt of margar stefnur til hjá allt of mörgum sveitafélögum sem er ekkert verið að gera með. Og það er eins og hefur komið fram verður að sjálfsögðu tenging með heimsmarkmiðin og þau önnur þær aðra skuldbindingar sem að sveitafélagið hefur bara gagnvart alþjóðasamningum og það er þannig að samband sunnlenskra sveitafélaga eins og önnur landshlutasamtök hafa ætla að vinna ákveðna forvinnu sem tengist heimsmarkmiðunum sem eru stíluð inn á sveitafélagin og það mun að sjálfsögðu nýtast okkur í þessa vinnu en þetta er yfirgripsmikið og ég fagna því að við séum komið með öflugan einstakling sem er að fara að vinna sem skipulags- og umhverfis- og skipulagsfulltrúi og muni taka þátt í þessari vinnu frá upphafi af því það verður ekki síður mikilvægt að innleiða þetta og vinna eftir þessu og fara eftir bæði aðgerðaáætlun og fara eftir því hvort að við getum náð þessum markmiðum sem við setjum okkur. Og þessi vinna verður opin, það er lagt upp með það er aðgangur af vinnunni og ég bara fagna þessu. Ég fagna því að við séum að taka þetta skref, við eigum að fara vel með peninga sveitafélagsins en ég tel að þetta sé fjárfesting fram í framtíðina, fjárfesting sem við hefðum átt að vera búin að fara í fyrir mörgum árum í Vestmannaeyjum. Af því þetta er gríðarlega mikilvægt mál og það sést á þjónustukönnunum sem gerðar hafa verið fyrir okkur að þessi þáttur, umhverfisþátturinn er búin að vera að tvöfalda sig í síðustu könnum undanfarin ár. Fólk er farið að huga mjög að umhverfi sínu og öllu sem tengist í. Þannig ég fagna þessu og vil bara þakka starfshópnum fyrir og vonast til þess að þetta verið samþykkt hér þannig hægt sé að ganga frá þessum samningi við Efling. Já, þá er listinn tæmdur yfir þá sem voru búin að taka til máls. Þá er þessi tillaga að borin upp. Það var hún handskrifuð þessi tillaga nokkuð? Nei, var ekki búin að senda hana? Jú. Vilja bæjar... Já, er það ekki bara ágætt ef að það er í lagi? Við erum búin að ræða umhverfisstefnu svolítið vítt og breitt og ég veit ekki hvort að þurfa að ræða þessa tillögu sem að borin eru. Það er borin upp breytingatillaga við umhverfisstefnuna þar sem að nýráðinn starfsmaður taki hana yfir og eins og var hér upplesið áðan, ég held að þau eru ekkert að hafa það aftur eftir, það náðu því held ég allir. Ef að bæja fulltrúar mótmæla þá getum við lesið hana aftur. Þannig að vil ég ræða þessa til á ári tek hana til atkvæðagreiðslu. Viltu lesa hana aftur? Já? Já, gjör svo. Vilt þú lesa? Já, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að nýráðinn skipulags- og umhverfisfulltrúi bæjarins leiði vinnu við mótun umhverfisstefnu Vestmannaeyjabæjar í samráði við starfsmenn sviðsins og starfshóp umhverfisstefnu. Við undirbúning stefnunnar verður meðal annars unnt að vinna úr fyrirliggjandi gögnum umhverfismál. Fengin verður ráðgjafi til að fara yfir drög að umhverfis- og auðlindastefnu sem kemur með ábendingar sem áfram verður unnið úr. Afurð þeirra vinnu verður svo kynnt umhverfis- og skipulagsráði og loks bæjarbúum að opna fundi þar sem möguleiki verður að koma á framfæri athugasemdum. Þannig hljómaði þessi breytingatillaga. Þannig ef þið viljið ekki ræða hana frekar þá ætla ég að taka hana til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari tillögu gefa mér atkvæðamerki. Það eru 3 bæjarfulltrúar sem samþykkja, bæjarfulltrúar sem eru á móti gefa atkvæðamerki. Það eru 4 þannig að tillagan er felld. Þá erum við komin aftur á sama stað með það sem við vorum áðan
Jóna Sigríður Guðmundsdóttir var búin að biðja orðið á undan Njáli Ragnarsinni. Það Njáll Ragnarsson sem fær að njóta forgangs. Gjörðu svo vel, Njáll. Forseti, reglan innan meirihlutans að svo frekasti fer fyrst, þannig að ég fer á undan Jónu Sigríði en það tölvöld frekari en hún. Svo það því sem náttúrulega haga haldið. Nú ég var óbærslega ánægður að heyra í bæjarfulltrúanum Helgu Kristínu Kolbeins vegna þess að hún finnst mér lýsa mjög vel og ég finn það mjög sterkt að við erum skoðanarsystkini þegar kemur að þessum umhverfismálum. Það er orðið löngu tímabært að sveitarfélagið móti sér svona stefnu og fari í þessa vinnu og gera þetta almennilega en ekki með annarri, ekki með einari eins og einhver sagði. Nú, það var, bæjarfulltrúi Eyþór Haraldsson kom hérna upp áðan og virðist hafa einhvern veginn, kannski ekki alveg skilið það mína meiningu kannski, ætla nú ekki að vera snú út úr orðum mínum en hann hefur kannski ekki ég kannski komið þessu nægilega vel frá mér eða hvernig svo sem það það skiptir kannski ekki öllu máli en ég vísaði hérna í álit Margrétar Rósar í hennar sér áliti í þessum vinnuhópi og það sem ég sagði hérna áðan var að mér þætti varabæjarfulltrúar sjálfstæðismanna vera svona heldur að sparka í rassinn á aðalmönnum sínum með það að þeir hefðu nú kannski ekki átt að samþykkja það að koma þessum 5 milljónum inn í fjárhagsáætlun og segir meðal annars hérna í þessu áliti með leyfi forseta að ljóst á vinnufundi bæjarstjórnar við fjárhagsáætlunargerð virðist allir bæjarfulltrúar hafa samþykkt að leggja 5 milljónir í þetta verkefni. Nú það svo að ég ekki bæjarfulltrúi og eingöngu bundin af minni trú og sannfæringu. Mér þykir ekki réttlætanlegt að eyða þessum fjármunum sem meirihluti nefndarinnar leggur til við gerð þessara stefnu og get ekki fyrir mitt leyti tekið þátt í að samþykkja slíka ráðstöfun fjármuna. Það breytir ekki þeirri staðreynd að það var samþykkt að veita fjármagni til gerðar umhverfisstefnu og þar að leiðandi liggur það nokkuð ljóst fyrir. Nú ég veit ekki hvort ég sé að hræða bæjarfulltrúann Hildi Sólveigu Sigurðardóttur með því að segja þetta. Ég ákaflega stoltur af því ef að bæjarstjórn ber gæfa til þess að samþykkja að fara í að gera metnaðarfulla og vandaða umhverfis- og auðlindastefnu fyrir sveitarfélagið. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Ég veit ekki hvernig það hefur verið hingað til en að minnstakosti frá því að ég kom í bæjarstjórn þá það ekki þannig að formaður bæjarráðs haldi pyngju bæjarsjóðs. Það bæjarstjórn sem heldur pyngju bæjarsjóðs og engin annar, ekki einhver einn einstaklingur. Og ef að það svo að þá það eitthvað sem að ég myndi alveg absolutt vilja láta breyta en við vitum nú betur að það náttúrulega bæjarstjórn sem fer með fjármagnsvaldið innan sveitarstjórna almennt. En ég hins vegar stoltur að vera einn af þeim 7 sem heldur pyngju sveitarsjóðs í sveitarfélagi sem skilaði 450 milljóna króna afgangi á A-hluta og 660 milljóna króna afgangi í samstæðum. Þetta held ég að sé ákaflega vel gert og þetta gerðist þrátt fyrir það og við fórum í ýmis verkefni sem að félagar mínir hér í minnihlutanum börðust nú hatramlega gegn og ég get til dæmis nefnt það að það var samþykkt að veita 1,5 milljón í það að sýna munum Friðriks Jessonar og afkomenda hans þá virðingu að opna fyrir þá aftur innan náttúrugripasafni. Ef að mig minnir rétt að þá átti það nú að setja sveitarsjóð algjörlega á höfuðið. Eða minnst okkurstu var talað þannig. Ég held að 5 milljónir til þess að gera hér metnaðarfulla umhverfisstefnu sé einmitt eitthvað sem við eigum öll að vera stolt af. Og við eigum líka öll að vera stolt af þessum ásetningi sem var samþykktur hérna áðan. Þetta mín sýn á þetta og ég veit ekki hvort að þetta hræði Hildi Sólveigu Sigurðardóttur bæjarfulltrúa en ef svo að þá vil ég nú biðjast afsökunar á því að hafa þá talað ógætilega. Já, ég vil þakka Njáli Ragnarsinni fyrir. Ég sýnist samkvæmt bókhaldinu séu nú bara 3 bæjarfulltrúar sem eftir að nýta sér umræðurétt sinn í þessu öllu saman. En ég held að, já, Helga Kristín Kolbeins akkurat einn þeirra, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil bara ítreka það að við getum ekki keypt okkur betra umhverfi. Það er alveg sama hvað við kaupum, dýra skýrslu, það gengur ekki. Við verðum nefnilega að vinna þetta svo mikið sjálf. Við verðum að fara eftir því sem við setjum. Þannig við verðum að vinna þetta. Auðvitað þurfum við hjálp. Auðvitað kunnum við ekkert hvert og eitt okkar að reikna út kolefnisspori sem hérna. Auðvitað kunnum við ekkert hvert og eitt að reikna allt fullt mögulegt út. Við kunnum það ekki. Og við þurfum að fá þessu gögn annars staðar frá. Og við kunnum líka ekkert endilega að vita hvað við getum gert til þess að minnka mengunina hjá okkur. Og við þurfum að fá aðstoð til þess. Og við líka vitum ekki oft hvað við erum að tala um. Maður heyrir oft talað um hvaða fíflagangur þetta með að minnka kolefnislosunina. Ef við gætum bara sleppt því að fljúga, að þá var þetta í lagi. Og svo hefur við verið að tala um að það sé verið að selja kvóta og við gætum græja þetta allt sjálf. Því það er verið að tala bara um sikur hlutina. Allt annað. Þannig við verðum að fræða fólki hvað þetta er og við verðum að ganga þetta saman og við verðum fyrst og fremst sem sveitarfélag og íbúar bæjans að vinna saman að gera svona umhverfisstefnu. En auðvitað þurfum við hjálp og auðvitað þurfum við leiðsögn. En ég vona bara að bera gæfa til að ná þessu marki og svo þurfum við líka að fylgja eftir stefnunni. Hvernig vitum við hvort að stefnan okkar sé að virka? Og þá þurfum við að ákveða að ætlum að fá einhverju vottun. Við erum ekkert búin að ákveða þá. Ég beindi spurningu til bæjarstjóra Íris Róbersdóttir og hún tjáði mér að það er ekki búið að taka henni ákvörðun hvað við gerum svo meira. Eða ekki, við erum ekkert eins og byrja að ræða. En þá kemur líka því að kannski alltaf mikill rekstrarmanneskja frekar heldur en stjórnmálamaður. Hvernig ætlum við að halda utan þetta allt saman? Hvernig ætlum við að skjala verkefni? Ætlum við að nota gæðastaðla? Ætlum við að taka upp einhverja gæðahandbókir? En sem betur fyrir þá erum við líklega komið með starfsmann sem getur hjálpað okkur við það. Hvernig við getum haldið utan þetta allt saman og haft eftirfylgnina. En þetta er gífurlega stórt verkefni og þessar 5 milljónir sem er búið að samþykkja í verkefni að við erum ekkert að draga það tilbaka. Það er enginn að draga það neitt tilbaka. Ég ætla ekki að hafa það lengra. Ég þakka Helgu Kristínu Kolbens fyrir. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir hefur hún skemmtur að koma með bókun, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að lesa bókun. Vinna við umhverfis- og auðlindastefnu fyrir Vestmannaeyjabæ hefur ekki verið unnin áður og taldi meirihluti EOH-lista mikilvægt að lögð yrði áhersla á að fara í þá vinnu. Starfshópur var skipaður í umhverfis- og skipulagsráði en hlutverk hópsins er að leita tilboða frá sérfræðingum, fara yfir og meta tilboðin, vinna með sérfræðingum eftir þörfum, fylgjast með framgangi vinnunar og fara yfir lokaafurð. Skipulags- og umhverfisfulltrúi mun hafa yfir umsjón með verkefninu og bera ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni stefnunnar. Á vinnufundi bæjarstjórnar við fjárhagsáætlanagerð var farið við mikilvægi þess að fara í vinnu við umhverfis- og auðlindastefnu og sú stefna væri unnin af sérfræðingum sem væri með sérþekkingu á þessu sviði. Allir bæjarfulltrúar voru sammála mikilvægi þess að fara í þessa vinnu og þess vegna gert ráð fyrir 5 milljónum með þetta verkefni. Meirihluti EOH-lista tekur undir með meirihluta starfshóp og meirihluta ráðsins og leggur til að samið verði eflu á grundvelli verkefnatillögu þeirra, enda samræmist hún þeim metnaðarfullu áherslum og væntingum sem Vestmannaeyjabær hefur til vinnu á umhverfis- og auðlindastefnu. Einnig telur meirihluti EOH-lista mikilvægt að umhverfis- og auðlindastefna fyrir Vestmannaeyjabæ sé unnin af sérfræðingum eins og umhverfisfræðingum sem hafa sérþekkingu á málaflokknum. Já, ég þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir og þetta er þá bókað eins og þetta voru upplesið. Við fáum þetta þá vantarlega sent í framhaldi. Ég held að það sé bara sjálfhætt í umræðu. Þannig að ég bið bæjarfulltrúa sem eru samþykkir þessum fyrsta lið að gefa mér atkvæðamerki. Þeir sem eru sammála. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem eru sammála þessum lið? Það er alltaf 4 bæjarfulltrúar sem samþykkja hann
bæjarfulltrúar á móti. Það eru 3 bæjarfulltrúar á móti. Forseti, ég fæ að gera grein fyrir atkvæði mínu með bókun. Og þá er þessi liður samþyktur með 4 atkvæðum gegn 3. Ég ætla að gera grein fyrir mig. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Afsakið, forseti, bæjarfulltrúar, gestir, ég legg fram undirritaða bókun. Undirritað harmar að aftur gerir meirihlutinn sig sekan bruðl með almannafé á tímum þegar aðhalds þörf, þegar dýrasta verðtilboði var tekið í vinnu við umhverfisstefnu. Í vikunni var Vestmannaeyjabær að ráða verkfræðing til starfa sem skipulags- og umhverfisfulltrúa. Ákjósanlegast væri að sá nýi starfsmaður myndi leiða slíka vinnu ásamt starfshópum umhverfisstefnu. Að gefnu tilefni vill undirrituð árétta að þó að fjármunir séu tilteknir í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins er ekki krafa að eyða þeim. Takk fyrir. Heyrðu, þá er þessi bókun samþykktur sem var upplesin. Það er Njáll Ragnarsson sem hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, mér langar að gera grein fyrir atkvæði mínu með stuttri bókun sem er svohljóðandi: það er miður og oddviti Sjálfstæðisflokksins telji fjármuni veitta til umhverfisstefnu vera bruðl. Njáll Ragnarsson óskar eftir að þetta verði bókað. Elís, ég ætla að fá smá mínútur til þess að fá að svara þessu. Já, það er hægt óskum fyrir. Ætlið að gera grein fyrir atkvæði ykkar Maximis eða hvað? Gæti fengið að heyra bókunin aftur. Frá Njáli. Njáll Ragnarsson segir að það sé miður að oddviti Sjálfstæðisflokksins telji fjármuni veitt til umhverfisstefnu vera bruðl. Umhverfis- og auðlindastefnu. Fyrst velvirðingar á að hafa ekki náð að lesa þetta er gert á miklum hraði. Og Einu sinni enn fyrir ekki. ætli Njáll verði ekki bara hreinlega að lesa þetta upp sjálfur í 3. sinn. Ertu til í það? Hvað? Lesa þetta upp. Fyrir bæjarfulltrúa Hildur Sólveig Sigurðardóttir, já, gjörðu svo vel. Forseti, það er mér ljúft og skylt að lesa þessa bókun í 3. sinn. Hún er svohljóðandi með leyfi forseta: það er miður að oddviti Sjálfstæðisflokksins telji fjármuni veitta til umhverfis- og auðlindastefnu vera bruðl. Ég óska nú eftir að við förum að klára þetta mál. Ég get nú ekki séð að þetta sé, þannig að ég ætla nú að biðja bæjarfulltrúa þá að koma með síðustu bókunina.
Þannig að við getum farið að klára þetta. Það búið að eyða miklu tíma í þetta mál. Forseti bæjarfulltrúar gestir, með leyfi forseta leysi hér upp mótbókun. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins frábiður sér staðhæfingar formanns bæjarráðs. Hægt að vinna vandaða umhverfisstefnu en um leið fara vel með fjármuni bæjarins. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að senda okkur forseta og ritara bókanirnar, þannig að það sé að færa allt í bókar. Komið ekki núna sjálf þessu? Jú. Ok, þá ljúkum við þessu lið nummer 1, við förum í lið nummer 2 sem er strandvegur 69-71. Það er umsókn byggingarleyfi íbúða liggur fyrir til staðfestingar. Þetta er erindi frá byggingarfulltrúa sem hljómar svo tekið fyrir erindi eiganda fasteignar 2508-022 strandvegi 69-71. Páll Sófóníasson fyrir hönd eiganda sækir leyfi fyrir breyttri notkun á annarra hæð úr íbúðahúsnæði í íbúðir. Fyrirhuguð er að koma fyrir 4 íbúðum með aðkomu stigahús frá Norðursundi í samræmi við innsend gögn. Niðurstaða skipulagsráðs samþykkir með vísan til annarra málsgreinar 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að framalega gögn verið grenndarkynnt lóðarhöfum strandvegi 65, 66, 65B, 67A, 67B, 73A, 74, Norðursundi 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 og 13. Vil ég bæjarfulltrúa að ræða þetta. Svo áður segir erindi frá byggingarfulltrúa. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Nú þá er að liðið 3-5 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar líka sem að samþykkja það. Við göngum til dagskrár 7. dagskrárlið sem er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundi 325. Liðir 1-13 liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá er að dagskrárliður númer 8. Það er fjölskyldu- og tómstundaráð. Það er fundur 245. Það ekki? Jú, það var óskað eftir umræðu 2 liði. Já, býðið nú við. Er það að falla frá umræðan 3. lið? Jú, já, eða ekki, Ok. Það hefur þá verið fallið frá umræðan 3. lið sem er niðurstöður frá R og G 2020 og við tökum þann lið þá með lið 1, 2 og 3 til samþykktar og þá stendur eftir liður númer 4 sem er málefni fatlaðs fólks. Hann liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Ég held að ég sé með hann hér á blaði hjá mér. Framkvæmdastjóri sviðs kynnti þau svæði sem umhverfis- og framkvæmdasvið mun leggja áherslu á að bæta með tillit til aðgengis. Niðurstaða umhverfis- og framkvæmdasvið hefur tekið sem á kort yfir staði í gatnakerfi bæjarins þar sem þarf að bæta í aðgengismálum. Áherslu verða á að gera úrbætur á þessum stöðum í sumar. Og var óskað eftir umræðu bæði meiri og minnihluta og Njáll Ragnarsson. Forseti, þetta finnst mér alveg sérstaklega skemmtilegt mál og þess vegna langaði mig aðeins í sem fæstum orðum að fara yfir það hér, að minnsta kosti svona það sem að eins og þetta horfir við mér. Ég veit að þetta hefur verið mikið hjartans mál fyrir formann ráðsins sem að hefur lagt hellingsvinnu á sig við það að fara hér bæinn og skoða aðgengismál. Það var svona ein af höfuðstefnum eða eitt af stóru stefnumálunum hjá Eyjalistanum fyrir síðustu kosningar að gera skurk hér í aðgengismálum í bænum. Og nú liggur fyrir þarna þetta kort þar sem að sýnir þau svæði þar sem að umbóta er þörf
og þetta er gríðarlega jákvætt fyrir alla Vestmannaeyinga, ekki bara þá sem kannski þetta hefur mest áhrif á, það er að segja þá sem eiga erfitt með hreyfingu, heldur þetta bara gott fyrir samfélagið okkar, að við séum að hugsa þessa hluti, að við viljum geta tekið á móti öllum gestum, öllum þeim sem vilja koma hingað í lengri eða skemmri tíma, og það sé sannarlega þannig að hérna hjá sveitafélaginu séum við að huga að þessum málum. Þannig að ég ætla bara að nota tækifærið og hrósa ráðinu og sérstaklega einkum og sérilagi formanni þess, því að ég veit að þetta hefur verið henni mikið hjartarsmál núna á þess undanfarin 2 ár og gleði efni að sjá að þetta er komið í svona góðan farveg undir styrkri leiðsögn formanns ráðsins. Já, ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir, það var ósk úr minnihlutans jafnframt Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég tek undir það að aðgengismál eru gríðarlega mikilvæg og ánægjulegt að sjá hvað er verið að taka það sé verið að fara í þessar úrbætur. Ég langar bara að senda leggja smá fyrirspurn varðandi þessa vinnu. Það náttúrulega var í febrúar stofnuð notendaráð og samráðshópur málefni fatlaðra og ég vildi bara forvitnast hvort að þessar niðurstöður hefur verið lagðar til fyrir þessa hópa eða þessa ráð og hvort að þau hefðu komið með tillögur inn í þessa vinnu eða bara ég vildi bara forvitnast hvernig það væri. Takk. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Við hafa fleiri bæjarfulltrúa að taka til máls undir þessu lið. Ef ekki, Njáll Ragnarsson. Forseti, ég hef nú ekki mikla þekkingu á því en ég gerir ráð fyrir því að það sé best að beina þessu bara til inn í ráðið og því miður að þá er enginn í bæjarstjórn sem er í fjölskyldu- og tómstundaráði, það er miður, þannig að nákvæmlega ferilinn þekki ég ekki en þannig að ítarlegra svar geti því miður ekki gefið á þessu tímapunkti en ég myndi svona bara telja það eðlilegast að vísa þessari spurningu bara inn til ráðsins og þeirra sem þar sitja og hafa tekið þátt í þessu verkefni. Já, Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég fagna því að það sé verið að bæta aðgengi fatlaðra og ég fagna líka þegar það er verið að skipa hópa þeirra sem þurfa að nota þjónustuna og mjög gott að raddir þeirra fá að heyrast þegar við erum að taka ákvarðanir sem snerta þau svona mikið og þótt að snerta eins og Njáll Ragnarsson kom inn á það snertir þetta okkur öll en mjög mikilvægt að hópar sem búa við einhverja takmarkanir fái að koma að ákvörðunum sem snerta þau beint og kannski forgangsraða. Takk. Já, ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir. Fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið. Ef ekki, þá ljúkum við þessum 4. lið með atkvæðagreiðslu þegar bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið mér atkvæði. Já, það eru 7 bæjarfulltrúar sem samþykkja þennan lið, þannig að hann er samþykktur. Nú þá liggja fyrir liðir 1, 2 og 3 til samþykktar líka úr fjölskyldu- og tómstundaráði nr. 275 þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið mér atkvæðamerki.
Það Eyþór Haraldsson að vera með í atkvæðagreiðslunni eða hvað? Já. Þú segir 1, 2 og 3 sko, ég held að það er margir 1 og 2. Það var fallið frá umræðan lið nummer 3 áðan. Það er bara frábært lýs. Og þannig að við tökum liði 1, 2 og 3 saman eins og ég sagði áðan. Þannig að það er samþykkt með 7 atkvæðum móti 0. Þannig að 9. dagskrárliður það Bæjar á Vestmannaeyja fundur 3126. Það var óskað eftir umræðu 2 liði í þessu, það liður 1 og 5. Nú fyrir liður 1 umræða heilbrigðismál sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta var bókað í ráðinu. Framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Suðurlands að undanskildum forstjóra mætti á fund Bæjarráðs til að gera grein fyrir málefnum stofnunarinnar og sér í lagi áhrifum á ákvörðun yfirstjórnar að aðkeypta ræstingu á stofnuninni. Niðurstaða: það er nöturlegt til þess að hugsa að á sama tíma og atvinnuleysi eykst á Íslandi í kjölfar heimsfaraldur COVID skuli forsvarsmenn HSU áforma að segja upp starfsfólki í ræstingu við stofnunina í Vestmannaeyjum sem unnið hefur undir miklu álagi á undanförnum mánuðum. Það eru kaldar kveðjur í ástandinu sem ríkir í samfélaginu á sama tíma og sveitarfélagið hefur markvisst unnið að því að tryggja störf og koma til móts við bæjarbúa, til að mynda með frestun gjaldheimtu. Þar að auki hafa aðgerðapakka ríkisstjórnarna miðað að því að verja störf, einkum og sér í lagi kvennastörf. Bæjar á Vestmannaeyja skorar eindregið á yfirstjórn HSU að draga umrædd áform tilbaka tafarlaust. Var óskum umræðum þetta úr minnihlutanum. Og meirihlutanum líka. Það er rétt. Njáll Ragnarsson, þú byrja. Hversu vel? Forseti, við á fundi Bæjarráðs komu sem sagt framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Suðurlands að undanskildum forstjóra reyndar okkur til undrunar til þess að gera þegar grein fyrir þeim og til þess að svara fyrir í rauninni þær sögusagnir sem að gengu hér bæinn að til stæði að segja upp starfsfólki í ræstingu á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum eða heilbrigðisstofnuninni í Vestmannaeyjum. Og þetta náttúrulega er eitt af þessum atriðum þar sem að mann bara hreinlega setur hljóðan og skilur ekki hvað í ósköpunum fólk gengur til, hvernig það sér fram á það að fjárhag þessar stofnunar verði bjargað við það að segja upp starfsfólki í ræstingu. Og þetta eru mikil vonbrigði held ég fyrir, og ég tala fyrir sjálfa mig og ég held ég tali fyrir Bæjarráðið allt saman, að við séum enn og aftur komin á þann stað að þurfa að vera að berjast við hið opinbera, og ég kalla bara Heilbrigðisstofnun Suðurlands hið opinbera vegna þess að þetta eru opinber störf og enn og aftur er verið að fækka hér opinberum störfum. Í aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar vegna COVID að þá er sérstaklega talað að það sé markmiðið að verja störf, einkum og sér í lagi kvennastörf. Síðan kemur þetta útspil frá forsvarsmönnum Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Að þarna er verið að segja upp og það má leiðrétta mig hér ef ég mig misminnir, en mér minnir að þetta hafi verið 6,4 stöðugildi og það voru 8 eða 9 starfsmenn sem að sinntu þeim. Þannig að þarna er búið að kippa þessu út til þess að hagræða í rekstri stofnunina. Við höfum, ég veit ekki hvað oft í bæjarráði og í bæjarstjórn rætt heilbrigðisstofnunina. Við vorum, held ég öll, að minnstakosti allt bæjarráðið, mjög vongóð það að skipan nýs forstjóra í það embætti myndi verða til þess að okkur yrði sýndur meiri skilningur á þeirri sérstöðu sem að Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum hefur
meðal annars það að við getum ekki farið hér með góðu móti með bráðaveika inn á Landspítala eins og þeir geta með betri hætti gert á Selfossi, og maður hélt það að þetta væri svona aðeins að horfa í betri átt, en síðan kemur svona útspil og maður eiginlega bara miður sín yfir því. Þetta finnst manni alveg hrikalega, bara svo ég tali bara unglingamál, þetta hrikalega glatað að það sé verið að segja upp sennilega að minnsta kosti einum af lægst launuðu hópunum sem að starfa á þessari stofnun. Það verið að taka láglaunastéttir og þeim kastað út í buskann. Það ekki búið að skilst mér að reikna það nákvæmlega út hvað muni sparast. Það ekki búið að reikna út kostnaði við það að bjóða þetta út einhverjum fyrirtækjum, og það virðist síðan líka, og ég hef þetta af samtölum við fólk sem starfar í þessum geira, að þá virðist ekki tekið inn í myndina að þeir sem að sinna þessum störfum, þeir eru líka að sinna alls konar öðruvísi störfum, sem að eitthvað fyrirtæki sem býður lægsta verðið í þetta fer aldrei að sinna. Ræsting eitt, en þáttaka í alls konar félagslegum störfum upp á sjúkrahúsi, aðstoð við matreiðslu, aðstoð við samtöl við sjúklinga og þá sem að dvelja þarna upp á sjúkrahúsi, það finnst mér ekki mikið horft til þess og mikilvægi þess að þetta fólk stundi þau störf samhliða því að vera í ræstingum. Ég vil svona kannski bera upp í upphafi áður en þessi umræða fer af stað, þá ég með ákveðna í rauninni bara bókun sem að bæjarstjórn gæti sameinast og hún svohljóðandi: bæjarstjórn tekur undir niðurstöðu bæjarráðs og skorar eindregið á yfirstjórn HSU að draga umrædd áform til baka tafarlaust. Þetta forseti síðari hluti, ég sé það núna í heftisbókhaldinu okkar, en ég ætla að fá að lesa þetta aftur og leiðrétta aðeins, þið verðið að afsaka mig. Þetta svohljóðandi: það nöturlegt til þess að hugsa á sama tíma og atvinnuleysi eykst á Íslandi í kjölfar heimsfaraldurs COVID skulu forsvarsmenn HSU áforma að segja upp starfsfólki í ræstingu við stofnunina í Vestmannaeyjum sem unnið hefur undir miklu álagi á undanförnum mánuðum. Það eru kaldar kveðjur í ástandinu sem ríkir í samfélaginu á sama tíma og sveitarfélagið hefur markvisst unnið að því að tryggja störf og koma til móts við bæjarbúa til að mynda með frestun gjaldheimtu. Þar að auki hafa aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar miðað að því að verja störf, einkum og sér í lagi kvennastörf. Bæjarstjórn tekur undir niðurstöðu bæjarráðs og skorar eindregið á yfirstjórn HSU að draga umrædd áform til baka tafarlaust. Þetta keimlíkt því sem var rætt í bæjarráði, en ég held að sé mikilvægt að bæjarstjórn komi með svolítið sterka bókun í þessu máli sameiginlega. Ég tel það einsýnt að við munum taka þetta mál upp við heilbrigðisráðherra þegar við hittum hann í byrjun næsta mánaðar, þegar við hittum hana í byrjun næsta mánaðar og mótmælum þessu harðlega, og ég get ekki ímyndað mér að nokkur heilbrigðisráðherra vilji láta setja nafn sitt við svona aðgerðir sem eru ómanneskjulegar og algjörlega óforsvaranlegar. Já, ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Það var búið að óska eftir umræðu líka úr minnihlutana, þannig að það einhverjir fleiri sem ætla að taka til máls. Helga Kristín Kolbeinsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Njáll Ragnarsson, við ætlum að fá að taka undir þessa bókun og styðjum að sjálfsögðu þetta mál. Það var eitt samt sem ég var að velta fyrir mér, því nú erum búin að draga þetta tilbaka, hvort við þurfum eitthvað að breyta niðurlaginu, því að þetta var náttúrulega bara tímabundið, að hún dróði þetta strax tilbaka. 1-2 mánuði, sko.
Já. Þannig að við viljum bara, þetta bara fara út á borðinu. Já. Má ég aðeins lesta? Já, flott. Já. Já, ég þakka Helgu Kristínu Kolbens fyrir þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, hvað svo er? Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, þetta er sannarlega mál sem hryggir mann innilega og ég vil fá að taka fram þakkir til formanns bæjarráðs að hafa tekið afar vel í bón mína þegar ég bað hann að tafarlaust halda fund með framkvæmdastjóra og gerði hann meira segja það að hann flýtti fundi til þess að hægt væri að afgreiða málið hið allra fyrsta og ég er þakklát því. Það var mjög vel til fundi og ég tek undir nær allt sem að kemur fram og hefur komið hér fram að þetta er náttúrulega afar sérstakt í þessum aðstæðum sem við erum í, þar sem þetta fólk er búið að vera að vinna myrkran á milli, búið að vera að tryggja hægt sé að halda uppi þeim sóttvörnum sem krafist er sérstaklega á stofnunni eins og heilbrigðisstofnunni, þar sem afar mikilvægt er að sóttvarnir séu upp á 10 og það er algjörlega þeim til hróss að það hefur ekki einmitt orðið neitt slíkt smit innan stofnunarinnar, þannig að sannarlega er þetta fólk búið að sinna störfum sínum vel en auðvitað er það líka það sem að mér finnst kannski svolítið alvarlegra í þessu máli virðist vera það að þegar að starfsmenn fá upplýsingar það að það eigi sannarlega að segja þeim upp að þá sé búið að ganga frá samningum við verktaka þessa þjónustu. Svo þegar að gengið er á framkvæmdastjórn varðandi þetta að þá vill enginn kannast við það að slíkt standi til og þegar rukkað er að máli hljóti að þurfa að fara í útboð eins og lög opinber innkaup gera ráð fyrir að þá skyndilega er hrökklast tilbaka og dregið þetta tilbaka þannig að hægt sé að fara í málið með löglegum hætti. Og það er auðvitað hægt að setja stórt spurningamerki siðferðið á bak við svona ákvörðun líkt og búið að koma fram í þessum aðstæðum. Útboð eitt og sér þarf ekkert endilega að vera slæmt en aðstæðurnar sem við erum með frammi fyrir í dag og hvernig að þessu var staðið er til skammar, sannarlega. Og það hvernig þróunin á því óheilla skrefi sem að sameining sjúkrahússins í Vestmannaeyjum við Heilbrigðisstofnun Suðurlands hefur verið afar slæm. Við höfum verið að sjá fram á það að störfunum á stofnuninni hefur til dæmis á skrifstofu farið fækkandi og það væri kannski bara ágætt ef að bæjarstjóri gæti fengið upplýsingar það hvernig þróunin á störfum við stofnunina hefur verið. Það hefur verið ákveðin fagur gali gagnvart þjónustu sem að sveitarfélagið eða stofnunin hefur ætlað að ráðast í, þjónusta til dæmis að borð við kvensjúkdómalækni, augnlækna og annað sem að hefur bara ekki gengið eftir. En líkt og kom fram á þessum bæjarráðsfundi þá tek ég undir orð bæjarstjóra sem þar komið fram, þar sem að stofnunin og starfsmönnum þess hérna í Vestmannaeyjum var sérstaklega hrósað fyrir þeirra framgöngu í þessu COVID-ástandi, að þá hafa starfsmennir hér í Vestmannaeyjum algjörlega staðið sig eins og hetjur og það er ekki við þá að sakast hvernig komið fyrir þessari stjórnum þar sem við erum að upplifa það er búið að taka af okkur bráðaþjónustuna. Það eru afar fá tilfelli þar sem að konur, og það er náttúrulega bara í undantekningatilvikum þar sem konur eru að fæða hérna börn og þetta er þáttur sem að fólk horfir til þegar það velur sér framtíða búsetu, er öryggi. Þannig að ég held líka að við ættum að dusta rykið af hvernig við heilbrigðisráðherra hvernig staðan er á sjúkraþyrlumálunum. Og það er náttúrulega margt sem að þarf að ræða en ég fagna því hvernig bæjarráð tók á þessu máli og
verður fróðlegt að heyra hvernig heilbrigðisráðherra, hvernig hennar sýn á málið, en hún hefur svo sem í fjölmiðlum látið í ljós að hún treysti ákvörðunum forstjóra, en við sjáum til. Takk fyrir. Já, ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta. Þessu öll sammála, þetta ekki nógu gott. Þannig að ég held ég beri þennan lið undir atkvæði. Bæjarfulltrúar sem veru samþykkir þessum fyrsta lið gefið mér atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá er við að fara í 5. lið sem endurskoðað samþykkti Vestmannaeyjaferjuna Herjólfs ohf. Liggja fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta er bókað í ráðinu. Lögð voru fyrir bæjarráð drög að endurskoðun samþykktu Vestmannaeyjaferjuna Herjólfs ohf. sem unnin voru að frumkvæði bæjarstjóra. Megin breyting sem lögð til snýst aukna og formfastari aðkomu bæjarstjórnar að skipum stjórnar. Aðra breytingar taka mið af því að samþykktirnar endurspegli ákvæði núverandi laga auk annarra minniháttar orðalagsbreytingar sem ekki fela í sér efnislega breytingar en gera efni samþykktanna skýrara. Þá er lagt til að ákvæði sem ekki sérstök þörf á verði fellt út. Niðurstaða bæjarráð þakkar greinargóðar upplýsingar og lýsi ánægju með uppferðar samþykktir Herjólfs ohf. Mikilvægt að samþykktir félagsins tryggi lýðræðislega skipun stjórnar með aðkomu bæjarstjórnar en ekki einungis bæjarstjóra líkt og gert var ráð fyrir við stofnun félagsins. Bókun fulltrúa D-lista bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fagnar því að skilningur allra bæjarfulltrúa á eðlilegri lýðræðislegri skipun stjórnar Herjólfs ohf. Með umboði bæjarstjórnar verði nú loks sameinaður. Í tvígang hefur meirihluti H- og E-lista gengið fram með ólýðræðislegum hætti við stjórnarkjör Herjólfs ohf. Einu stærsta B-hlutafélagi sveitarfélagsins án aðkomu bæjarstjórnar. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá kemur bókun frá fulltrúum H- og E-lista. Tvisvar á kjörtímabilinu hefur verið skipað í stjórn Herjólfs ohf. Á grundvelli þágildandi samþykkta og var í bæði skiptin skipað eftir tilnefningum allra framboði bæjarstjórn, þar á meðal Sjálfstæðisflokksins. Verklagi var á sínum tíma staðfest rétt í lögfræðiáliti lögmanns bæjarins. Meirihluti E- og H-lista hefur markvisst unnið að því að gera stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar lýðræðislegri og mun halda því áfram. Óskandi væri að sjálfstæðismenn kæmu af heilindum með í þá vegferð. Undir þetta rita Njáll Ragnarsson og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Áfram er bókað í ráðinu og þá kemur bókun frá fulltrúum D-lista. Það ekki? Jú. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa alla tíð talið eðlilegt að lýðræðisleg skipan stjórnar Herjólfs ohf. Eigi að fara fram á fundi bæjarstjórnar rétt eins og gert var við stofnun félagsins. Þrátt fyrir lögfræðiálit í vörnum meirihlutans finnur hann sig þó knúinn til að breyta samþykktum í takt við túlkun og óskir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Það er ánægjulegt. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Og það er ósk frá minnihlutanum. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ætlaði nú ekki að hafa þetta neina langa ræðu. Það þekkja allir afstöðu held ég allra í þessu málu sem er búið að ræða í þaula. Ég vil sérstaklega fagna því að það var á aðalfundi Herjólfs ohf. Farið yfir og samþykktar endurskoðaðar samþykktir og ég vil bara nýta tækifærið til að leggja fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að á næsta ári mun bæjarstjórn loks skipa stjórn Herjólfs ohf. Líkt og upphaflega var gert við stofnun félagsins. Slíkt fyrirkomulag er mun lýðræðislegra en þær aðferðir sem meirihluti bæjarstjórnar hefur viðhaft á þessu kjörtímabili. Meirihlutin getur ekki skýlt sér með aðkeyptu lögfræðiáliti túlkun á samþykktum. Hefði meirihlutin viljað skipa stjórn félagsins lýðræðislega á formlegum fundi bæjarstjórnar, hefði hann getað það líkt og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins kölluðu ítrekað eftir. Ekkert innan eldri samþykkta félagsins bannaði slíka framkvæmd. Bókun lýkur. Takk.
Já, ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Þá vil ég vist einhverju fleiri að ræða þetta mál, Njáll Ragnarsson. Forseti, ég fagna því mjög að það verði ekki langar umræður um þetta mál vegna þess að þetta sennilega það mál sem að bæjarstjórn kemst næst í að hafa rætt mest frá er skilin heilbrigðismál og samgöngumál. Undarlega það kann nú að hljóma, en mér langar bara að lesa upp bókun sem er svo hljóðandi. Tvisvar á kjörtímabilinu, með leyfi forseta. Tvisvar á kjörtímabilinu hefur verið skipað í stjórn Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. Á grundvelli þágildandi samþykkta og var í bæði skiptin skipað eftir tilnefningum allra framboða í bæjarstjórn, þar á meðal Sjálfstæðisflokksins. Verklagið var á sínum tíma staðfest rétt í áliti lögmanns bæjarins. Meirihluti H-lista hefur markvisst unnið að því að gera stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar lýðræðislegri og mun halda því áfram. Þær samþykktir sem sjálfstæðismenn settu á sínum tíma og barma sig nú yfir eru því miður allt annað en lýðræðislegar. Það væri óskandi að sjálfstæðismenn fögnuðu því að nú hefði bæjarstjórn eðlilega aðkomu að kjöri stjórnar Herjólfs í stað þess að kasta áfram með rýrð á núverandi meirihluta sem vinnur að því að bæta vinnubrögð innan stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar. Á aðalfundi Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. Sem haldinn var í gær 27. maí voru breytingar á samþykktum félagsins samþykktar einróma, samþykktir sem voru unnar af frumkvæði meirihluta og H-lista og þetta er að fá að leggja fram hér. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Bókunin er samþykkt eins og hún var upplesin og berst okkur jafnframt í tölvupósti eins og áður. Ég held að þessi liður sé full tæmdur held ég. Það er enginn sem gefur merki að vilja ræða þetta frekar, þannig að við tökum hann til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið atkvæðamerki. Það ætla allir að samþykkja þennan lið, þannig að hann er samþykktur 7-0. Þá stendur eftir liðir 2-4 og 6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem að það samþykkja gefa mér atkvæðamerki. Það er allir bæjarfulltrúar sem það samþykkja með blað í hendi líka, þannig að það er mikill fagnaður að klára þennan lið. Nú, það er dagskrárliður númer 10, það er fræðsluráð, það er fundur 330. Það var óskað eftir umræðum lið númer 2 sem eru menntarannsóknir, liggur fyrir til umræða og staðfestingar. Í ráðinu var þetta bókað. Umræður þátttöku í menntarannsókn. Niðurstaða: Hermundur Sigmundsson, prófessor í lífeðlislegri sálfræði við HR og Háskólann í Þrándheimi, hefur óskað eftir samstarfi við Vestmannaeyjabæ og GRV viðamikla menntarannsókn til 12 ára. Fræðslufulltrúi og skólastjóri GRV kynntu áherslur rannsóknarinnar og hugmyndir fyrirkomulag og lýsti yfir áhuga að taka þátt í rannsókninni, enda einstakt tækifæri fyrir GRV og Vestmannaeyjar til að vera leiðandi í menntarannsóknum á Íslandi. Ráðið þakkar kynninguna. Mikilvægt er að leita eftir að leiða að sækja fram, tileinka sér og þróa leiðir sem geta styrkt, bætt, líðan og getu nemenda í skólaumhverfinu. Menntarannsókn sem þessi gæti verið mikilvægt skref fyrir íslenskt menntakerfi. Ráðið lýsir yfir ánægju með áhuga skólastjóra GRV og fræðslufulltrúa að taka þátt í slíkri rannsókn og tekur undir að þetta sé einstakt tækifæri fyrir GRV og Vestmannaeyjar að vera leiðandi í menntarannsóknum á Íslandi. Ráðið felur framkvæmdastjóra, fjölskyldu og fræðslusviðs að fylgja málinu eftir. Það var óskum að ræða þetta úr minnihlutunum. Helga Kristín Kolbens, hversu vel? Forseti, bæjarfulltrúar. Þarna var kynning á rannsókn sem ákveðin aðili hefur óskað eftir að fá að gera og þarna var skólastjóri grunnskólans og starfsmaður frá fræðsluráði að kynna þetta. Mér langaði bara að leggja fram bókun og þá gjarnan að bæjarstjórn myndi bara taka undir hana
og ég ætla bara að fá að lesa hana upp. Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir ánægju með áhuga rannsóknaraðila á að bæta líðan og getu nemenda í Gerðabæ. Mikilvægt er að allar forsendur og fyrirkomulag liggi fyrir ef leggja á stað í svo viðamikla rannsókn. Skólastefna Vestmannaeyjabæjar er reist á 5 gildum: ábyrgð, samvinna, fjölbreytileiki, vellíðan og árangur. Öll vísa gildin til áherslna sem bæjarfélagið vill að séu haldin í heiðri í skólastarfi. Nú er vert að skoða hvort rannsókn sem þessi geti stutt þessa sýn og styrkt skólastarfi Vestmannaeyja. Bæjarstjórn felur framkvæmdastjóra í fjölskyldu og fræðslusviðs að fylgja málun eftir. Bókun lýkur. Hér er, þú ert ekki búinn, hér er ekki. Þetta toppaði alveg af. Já, þau vilja kannski fara upp með þeim. Hvað er? Hérna, það sem að, þannig lögbökun, það sem að hérna, til þess að vera alveg skýra, þá þarf náttúrulega að skoða vel hvort svona rannsókn falli að okkar stefnu. Að því stefna í mennta- og æskulýðsmálum, hún er nefnilega ekki geymd skúffu. Þannig að svo lofn hef ég lokið máli mín. Takk undir þetta. Ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Það er nú alveg á mörkunum að ég komist hérna inn á milli til þess að stýra fundinum. Gerði heiðarlega tilraun hérna áðan þegar ég hélt að Helga Kristín Kolbeins væri búin en hún var svo vinalega að sýna bæjarfulltrúa Njáli Ragnarsyni þar sem hann var að lesa upp, þannig hérna, þetta var við að fara úr böndunum en þetta er held ég að komast á rétta braut aftur. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil byrja að segja sjálfsögðu tökum við undir bókunina, enda hafði ég og Helga Kristín Kolbeins bæjarfulltrúi höfum átt samtal og rætt þetta mál, þannig að við vorum í ákveðnu samfloti með þessa bókun og hún er góð. Skólastefnan okkar sem vitnað er til í er að sjálfsögðu í endurskoðun og það á að taka ný stefna, það er vinna í gangi sem fór í smá COVID hér, að því hún krefst þess að það sé svolítið nándi í vinnunni, en hún á vonandi næst að klára endurskoðun á þessu ári og hún taki þá gildi í framhaldinu næstu áramót eða næsta vor á eftir að sjá hvernig vinnan gengur. En varðandi þessa rannsókn og þessa ósk að fá að koma þessa rannsókn til Vestmannaeyja, þá er þetta bara, það er áhugavert að það sem verið að sýna því áhuga að koma hérna til okkar og forsendurnar fyrir þessu eins og nú aðeins komið inn á í minnisblaðinu er náttúrulega, það er verið að fara óhefðbundnar leiðir, það er verið að huga að því og ef þannig vildi til að við tækjum ákvörðunum að fara í þetta þá þurfum við að víkja að fá viðmiðnustundaskrá. Það þarf að hafa menntamálaráðuneytið, menntamálastofnun og við og allt samfélagið þarf að taka þátt í þessu, þannig þetta er mjög viðamikið verkefni. Og ég tek undir það með bæjarfulltrúa Helgu Kristínu Kolbeins að það þarf að íhuga vel þessa hluti. En að því sögðu þá er líka margt svolítið spennandi. Við erum í vandræðum með drengin okkar, við erum í miklum vandræðum með útkomun okkar undanfarið í PISA, þrátt fyrir gríðarlega mikið lestrarátak, þá erum við að lækka. Við erum með mjög öfluga lestrarstefnu sem ég veit að er unni mjög vel eftir í skólunum. Og þess vegna fannst mér ánægjulegt að skólinn væri tilbúin að skoða hlutina hjá sér, hvað væri mögulega hægt að gera betur. En þetta er á algjörum byrjunarreit og er bara í samtali og það bara verður unnið
þetta mál verður unnið bara í nánu samtali við alla, en svo ég get upplýst það að ég hef rætt þetta við ráðherra vegna þess að þessi rannsókn og menntarannsóknarsetur í tengslum við 3. hæðinni í fiskíinu hefur komið upp í samtölum og ráðherran hefur upplýstur það og við munum eiga samtöl þetta við ráðherran og þá aðalega það fyrir okkur til að huga að því hefur ríkið áhuga á að gera menntarannsókn í Vestmannaeyjum, er ráðuneytið tilbúið ef við ætlum að skoða þetta að veita sveitarfélaginu backup og frá því að bæði víkja frá viðmiðunarstundarskrá og koma inn í einhvers konar verkefni, en öllum þessum spurningum er ósvarað. Þetta er bara það sem er á borðinu og við erum bara að ræða þetta og þess vegna held ég að þessi bókun sé bara góð, hún er bara mikilvæg, við erum bara tilbúin að skoða þetta með opnum hug, en mörgum spurningum er ósvarað. Já, ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Með leyfi varaforseta þá ætla ég nú að fá að segja líka nokkur orð. Ég fer fyrir ráðinu og er mjög spenntur fyrir þessu þó að þetta eigi að sjálfsögðu að þróast aðeins meira og ég þakka skólastjóra og fræðslufulltrúa fyrir að hafa komið með þetta minnisblað inn í ráðið. Ég hef svona örlítið Ég nú vitað að þessum manni, það heyrst nú svona stundum í hann hefur nú verið að skrifa í blöð og fleira. Það er nú einfalt að googla hann líka eins og við gerum svo mikið nú til dags. Hann er búinn að vera í sunnudagssögum á RÚV og hann er búinn að vera hjá Sigmari Guðmunds líka á RÚV og fleira í viðtali sem hann er að ræða þetta og hann náttúrulega eins og hefur komið fram með þessar áherslur og hugmyndir breytingu, leggur mikla áherslu á hreyfingu og svo breyttar áherslur í lestrinum og við sem svona höfum eða eigum börn eða tengjumst menntakerfinu á einhvern annan hátt, vitum að það hefur verið ofur áhersla lögð á hraða og það er alveg dæmi það sem að börn eru með mikinn hraða en lítinn skilning og geta ekki svara spurningum það sem þau voru að lesa. Það er sennilega ekki nægilega gott að hafa bara hraðan en geta ekki svara því sem maður var að lesa. Þannig að væntanlega er nú millivegurinn einhvers staðar þarna á milli. Þannig að ég er virkilega spenntur fyrir þessu að sjá hvað kemur út úr þessu og mér finnst þetta spennandi og vonandi fáum við bara frekar upplýsingar og ég gat ekki heyrt annað en á ráðinu en að ráðið væri bara spennt fyrir að fá frekar upplýsingar líka. Þannig að, en ef að bæjarfulltrúar vilja ræða þetta frekar þá er orðið laust áður en tökum við til atkvæðagreiðslu. Svo er ekki sýnist mér. Þannig að við tökum þennan lið þá til atkvæðagreiðslu þeir bæjarfulltrúar sem verið því samþykkir gefið mér atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar þannig að það er samþykkt. Þá fer nú að svona líða alveg á seinni hlutann. Við eigum þó nokkra liði eftir í dagskrárlið 10. Það var liður númer 3. Það eru samræmd próf 2019 til 2020. Hann liggur fyrir til umræðu og staðfestingar í ráðinu. Var þetta bókað? Kynning á niðurstöðum samræmdra prófa í 9. bekk. Skólastjóri GRV fóru yfir niðurstöðu samræmdra prófa í 9. bekk sem fram fóru í mars síðastliðinn. Nemendur þreyttu próf í íslensku, stærðfræði og ensku og skólinn á pari við landsmeðaltali í íslensku en undir í ensku og stærðfræði. Sami árgangur var rétt yfir landsmeðaltali í íslensku og stærðfræði í 7. bekk en töluvert undir í íslensku. Í 4. bekk töluvert undir í íslensku 4. bekk en yfir í stærðfræði. Stjórnendur og kennarar vinna því að greina niðurstöður og vinna aðgerðaáætlun þar sem markmiðið er að efla þá þætti sem kom ekki nógu vel út þannig að nemendur verði sem best undirbúnir fyrir næsta skólastig. Ráðið þakkar kynninguna. Og róskur minnihlutanum að ræða þetta, ekki satt? Helga Kristín Kolbjörns, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, eins og fram kom í máli skólastjóra grunnskólans þá eru vonbrigði niðurstöðu samræmdra prófa vonbrigði og það er líka vonbrigði að börnin sé ekki að bæta sig allan tíma sem þau eru í skóla.
bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir minntist núna rétt án á PISA. Að við erum ekki heldur að koma nógu vel út úr PISA. Og þá ekki endilega Vestmannaeyjar heldur þjóðin í heild sinni. Nú hefur Andreas Secher, sem yfirmaður OECD og stýrir PISA-rannsókninni, búinn að gera það síðan 2001, gefið út rit þar sem að skrifar hvað eru forspár gildi PISA. Því nú hefur maður hort, ég fylgst nú þessu manni, þetta maður á mínum aldri, og hann búinn að skrifa þetta síðan 2000. Og alltaf var það þessar námsgreinar hvað við varum umuleg. Nú búið að breyta kúrs. Nú búið að vera að skoða hvað það sem skiptir máli, hvernig getum við spáð það hvort að einhverju þjóð gangi vel í menntun. Og þetta er rit sem við þyrftum í sameiningu að gefa okkur svona svigrúm til þess að skoða. Af því það sem hann leggur aðalega áherslu á að það að efla vaxandi hugafar hjá nemendum. Að láta þau hafa trú á sjálfum sér. Að nemandi sem segir ég get þetta ekki, að honum sé þá leiðbent með að prófa við einhverja aðra leið. Að barnið og nemandinn, sem sagt barnið, læra að tala sig upp en ekki niður. Það hefur líka verið sýnt í þessu riti að álit þjóðfélaga á kennslustarfinu skiptir gífurlegu máli. Og við höfum séð það hjá okkur að við höfum verið að breyta kennaramenntunu upp í 5 ár til þess að reyna að bæta ímyndina, en ímynd kennar á Íslandi, hún með því lægsta sem þekkist, sem gífurlega dapurt. Þannig að það þarf að breyta umræðinni. Annað sem hann segir að þá það samvinna og hvernig bekkirnir eru sem skiptir mjög miklu máli. Að horfa frá því að skoða eingöngu námsgreinar í kennslunni heldur skoða verkefni. Og við sjáum það bara svo vel hjá okkur. Við sjáum það alveg þegar við skoðum hvaða skólastigi gengur best í Vestmannaeyjum. Nú sé ég alveg svipnum það allt þessi skóli minn, en það leikskólastigið. Leikskólastigið hefur algjörlega horfið frá því að vera með svona greinabundin nám. Þau vinna saman að verkefnum og maður heyrir ekkert að börn sé eitthvað leið í leikskólanum. Þeim finnst gaman að fara. Og við sjáum það líka á yngri barnastiginu að þar þykir þeim gaman að vera. Það byrjar að breytast í svona 4. bekk og á miðstiginu. Og það ánægilegt að það byrjað að hafa svona samkennslu á miðstiginu, en allar svona breytingar taka tíma og þú þarf að mæla þær. En það mjög mikilvægt að hafa þessar rannsóknir sem búið að gera til hliðsjónar þegar við erum að ræða menntamál og kynna þær. Og ég myndi gjarna bara býða fram með þið vilji kynningu, það ég alveg tilbúin til þess. Takk. Já, ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Þetta var áhugavert innlegg inn í þetta. Það er að skoða þetta betur. Við þekkjum öll þetta, samræmd próf og PISA og þetta okkur mjög kunnugt allt saman. Ég bæði fullur að ræða þetta, þennan lið frekar. Við endum þá þessa umræðu svona og tökum þennan lið til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það allir sem að samþykja þennan lið, þannig að hann samþyktur 7-0. Nú liðir 1 og 4-7 liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það allir 7 bæjarfulltrúar líka, þannig að það samþykkt. Þá erum við komin í 11. dagskrárlið sem bæjar á Vestmannaeyja, það fundu 3127. Það eru 3 liðir sem liggja fyrir til umræðu og staðfestingar. Fyrsti liður málefni Hraunbúa, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Og þetta var bókað í ráðinu. Frá árinu 2010 hefur Vestmannaeyjabær greitt rúmlega 500 milljónir króna með rekstri Hraunbrúa, samkvæmt lögum sem lögum samkvæmt ríkið ber ábyrgð á og ríkissjóður á að greiða fyrir.
Kröfur ríkisins til þjónustunar hafa aukist mikið undanfarin ár en framlög til starfseminnar staðið í stað. Við þetta verður ekki unað og ósanngjarnt að skattgreiðendur í Vestmannaeyjum greiði fyrir þjónustu sem ríkið ber ábyrgð á. Fyrirhugaður er fundur bæjarráðs og heilbrigðisráðherra um málefni hraunbúða. Gert er ráð fyrir að funda verði í byrjun júní. Samningur milli Sjúkratrygginga Íslands og Vestmannaeyjabæjar um rekstur hraunbúða fellur á gildi í nóvember 2020. Endurnýjunar ákvæði eru í samningnum sem heimila að framlengja honum 1 ár í senn. Tilkynna verður hvort samningurinn verði endurnýjað fyrir 4. júní næstkomandi. Niðurstaða bæjarráðs samþykkir samhljóða að tilkynna Sjúkratryggingum Íslands og heilbrigðisráðherra að bærinn mun ekki óska eftir framlengingu á rekstrarsamningi milli SÍ og Vestmannaeyjabæjar rekstur hraunbúða. Bæjarstjóra er falið að koma þeim upplýsingum til ráðherra eftir fund bæjarstjórnar þann 28. maí næstkomandi. Það er von bæjarráðs að þegar Sjúkratryggingar Íslands taka yfir rekstur hraunbúða næsta vetur verði tryggt að þjónustan skerðist ekki frá því sem nú er. Áður en ég gef orðið laust undir þessum lið að þá kom þarna, þá er búið að halda annan fund sem var tekinn inn, eða verið tekinn inn, búið að samþykkja að taka inn með afbrigðum á eftir, sem er 13. dagskrárliður. Þannig að bæjarfulltrúar vilja frekar ræða þetta undir þeim lið, þá skil ég það líka jafnframt. Er það ekki, veist það? Já. Hver er atkvæðafellinu? Já, það er spurning að vilja bæjarfulltrúar ræða þetta eitthvað áður eða það er allir sammála það. Já, orðið er laust, ef við byrjum á því. Ég skal leggja fram bara örstutta bókun áður en við komum það. Ræðum þetta bara eftir. Viljið þá gera skriflega að það sé komið frávísunartillaga þar sem að það er búið að funda aftur málið. Bara eitthvað mjög stöðt. Það fella liðin. Já, þá vil ég bara að ég taki þennan lið til atkvæðagreiðslu og samhliða fylgir örstutt bókun. Má ég kannski að ég tek smá hlið, má ég ræða? Já, það er komið til að líka að taka örstutt fundarhlið. Ég held að það sé ágætt. Við erum á loka metrunum að klára þessi mál. Það er 21:44.
Það er þá klukkan 22:01. Set ég fund aftur undir 11. dagskrárlið sem er bæjar á Vestmannaeyjar, fundur 3127. Við vorum í lið númer 1 og Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég vildi aðeins fá að ræða eins og bæjarfulltrúar þekkja að þá voru gerð mistök við afgreiðslu eða niðurstöðu þessar liðar í fundargerð bæjarráðs og framkvæmdastjóri hafði samband við undirritaða og baðst afsökunar fyrir það og ég vildi bara í rauninni fá að svona útskýra allavega hvernig þetta lítur gagnvart mér persónulega af því að mér þykir óþægilegt og eins og ég veit að öllum öðrum fulltrúum innan bæjarráðs þykir óþægilegt að undirrita og staðfesta mál sem að er ekki rétt og ég veit auðvitað að þetta hefur verið allir starfsmönnum hugarangri sem er vont og slæmt að svo sé og framkvæmdastjóri fjármálastjórnsýslu hefur beðist afsökunar á málinu en samt sem áður skal taka fram að samkvæmt bæjarmálasamþykkt þá eru formaður bæjarráðs og bæjarstjóri sem undirbúa fundargerð bæjarráðsins og mér finnst þetta persónulega vont að eins og ég tók fram að ég er að leggja trúveruleika og heiður minna veði að því að setja orð mitt við niðurstöðu sem ég tek trúanlega að sé rétt. Það er líka auðvitað ákveðin mannvirðing við tíma kjörinna fulltrúa og starfsmanna að við þurfum að vera boðið til annars fundar til þess að vera að leiðrétta fundargerðina. Ég persónulega man ekki eftir því að það hefði gerst og þetta er líka í rauninni slæmt að því ég er að leggja traust mitt við að það eru upplýsingar sem að mér eru lagðar í té séu réttar og þetta verður auðvitað til þess að maður vantreysti frekar því sem að maður er að fara að samþykkja þannig að ég mun þurfa þá að verja auknum tíma í að tvítjekka og baktryggja að það sem að mér er sagt sé rétt. Ég veit að þetta mál er vont og við erum öll miður okkar yfir því og ég bara vona að þessi gjörningur leiði ekki til þess að trúverleiki ráðsins byði skaða en auðvitað voru komnar þarna út einhverjar rangar upplýsingar Vestmannaeyjabær og ég kann að meta það að bæjarstjóri leiðrétti það með skjótum hætti en þetta er vont og ég bara vil biðjast afsökunar á að hafa persónulega samþykkt ranga bókun ranga niðurstöðu og ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta bókun sem hefst svo. Sú stjórnsýsla sem viðhöfð var í umræddu máli er gagnrýniverð. Mikilvægt er að þegar bæjarfulltrúar leggja heiður sinn og trúveruleika að veði við samþykkt eða synjun mála að upplýsingar sem lagðar eru í té til grundvallar slíkra ákvarðana séu réttar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins frábiðja sér hótanir sem koma fram í bókun meirihluta bæjarráðs að samstarfi og samvinnu meiri og minnihluta sé lokið. Þrátt fyrir slíkar yfirlýsingar meirihlutans sem koma nú fram í annað skipti á kjörtímabilinu frá formanni bæjarráðs þá eiga þær ekki við rök að styðjast af hálfu bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem ávallt lýsa sig reiðubúna að vinna að hagsmunum sveitarfélagsins þrátt fyrir skoðana ágreining. Bókun lýkur. Já, takk. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Því sem að ég best veit að þá eru allir það eru tveir sem biðja orðið sennilega. Íris Ópsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég get tekið undir 1 í ræðu bæjarfulltrúa Hildar Sólveigar Sigurðardóttur og það var það sem hún sagði í lokin og ég hef beðist afsökunar á þessum mistökum en það er alveg rétt hvernig hlutirnir standa í bæjarmálasamþykkt
en ég ætla ekki að fara yfir þá umræðu sem var í bæjaráði gagnvart því hvernig svona fundargerðir og annað eru undirbúnar. Það veit bæjarfulltrúinn sjálf hvernig hlutirnir eru. Þetta er ekki til hugar að fara inn í það hér, en þetta er náttúrulega miður. Hlutirnir voru leiðréttir og ég get allavega ekki staðið hér. Ég er 48 ára gömul og ég geri örugglega fleiri en 10, 20 eða 30 mistök á hverjum einsta degi. Þau eru mjög stór, þetta voru alvarleg mistök og ég ætla rétt að vona það að bæjarfulltrúinn lendi ekki í því að gera svona mistök, vegna þess að þetta er mjög leiðilegt fyrir alla. Þetta er ekki persónlega leiðilegt bara fyrir bæjarfulltrúann Hildi Sólveigu Sigurðardóttur. Þetta var líka mjög leiðilegt fyrir framkvæmdastjóra stjórnsýslusviðsins. Þetta var mjög leiðilegt fyrir aðra framkvæmdastjóra sem kom á málinu. Við leiðréttum málið, við gerðum það og það er eðlilegt að biðjast afsökunar og gera það sem maður getur til að bæta fyrir mistökin, og þess vegna þótti mér bókun bæjarfulltrúans, mér þótt hún miður. Það var hægt að segja að það sé erfitt að lenda í þessum hlutum og svona, og það sem hún endaði á, en hlutirnir það sem koma í byrjun eins og þetta sé eitthvað samsæri í gangi gegn gagnvart henni að vera vísvitandi með rangar upplýsingar. Það er mín upplifun á bókuninni. Ég er ekki að segja það standi það og ég bara, þetta er leiðilegt og þetta er bagalegt. Við erum búin að leiðrétta þetta. Það er engin skaði skeður, ráðið mun ekki bíða álitssnekki. Ég held nú hafi nú enn verri hlutir verið gerst og svo höfum við lent í hlutum sem hafa þurft að leiðréttast. Við vildum bara drífa tíman af, við erum ekki að bíða eftir næsta bæjarráðsfund eða bæjarstjórn. Þess vegna köllum við til aukafundar. Það er dæmi úr umhverfis- og skipulagsráði á þessu kjörtímabili. Það sem lóð var úthlutað sem mátti ekki úthluta og samkvæmt bæjarmálasamþykkt þá ber náttúrulega formaðurinn ábyrgð á því og við hljótum öll að gera okkur grein fyrir því að hann er ekki að lesa það hverjir eru búin að fara úthlutaða lóðir. Þetta er miður þegar þetta gerist og ég ætla bara að gera eins og bæjarfulltrúinn, ég ætla að biðjast afsökunar á því að því að það vill enginn gera svona mistök. Við viljum öll vanda okkur og ég vona svo sannarlega að við getum reynt að gera það saman í framtíðinni. Þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Þessu vel. Forseti, vissulega ber ég mína ábyrgð í þessu máli eins og gefur að skilja og mér þykir það nú, ég held að sé nú allir sammála það, þetta er náttúrulega ákaflega vandræðalegt, neyðarlegt og leiðinlegt, en það er ekkert við því að gera þegar að það eru gerð mistök að þá bara lagfæri maður þau og heldur áfram. Það að trúverðugleiki ráðsins hafi beðið álitsnekki, það held ég að sé nú ekki úr því að ráðið brást strax við. Ég held eins og að það sé kannski íhugunarefni hvort að trúverðugleiki ráðsins beðið álitsnekki úr því að vera að gera svona mikið stórmál úr því að mannleg mistök hafi verið gerð. Ég geri oft mistök bæði í mínu starfi og sem persóna og einstaklingu. Það er oft sem að ég þarf að leiðrétta eitthvað sem ég hef gert og þá bara sé maður eftir því maður lærir af því og heldur áfram. En það við séum að ræða þetta hérna í bæjarstjórn, eitthvað að gera eitthvað svakalega mikið mál úr þessu, jú, það er öllum frjálst að ræða allt sem þið vilja hér í bæjarstjórn. En ég hefði nú bara viljað vísa þessu máli frá og taka undir niðurstöður á sér vegna þess að stóra málið í þessu er það að það er verið að fara að skila rekstri hraunbúð. Það stendur til að skila rekstri hraunbúða til ríkisins vegna þess að ríkið er ekki að uppfylla þær skyldur sínar að greiða með þessu upp í topp. Það er stóra málið. Stóra málið sem að einhverjir ætla sér að taka út úr þessu er að það hafi óvart farið rangar dagsetningar inn í fundagerðina. Það er ekki stóra málið í þessu. Fréttin er sú að það verið að skila rekstrinum vegna þess að við erum að tap á rekstri hraunbúða, tap á rekstri öldrunarþjónustu sem að við eigum ekki að þurfa að bera og erum að bera og við erum að setja þrýsting á ríkið til þess að taka yfir þennan rekstur. Til þess að fara að borga það sem að þeim ber að borga. Það er fréttin. Fréttin er ekki að vitlaus dagsetning hafi óviljandi farið inn. Það var leiðrétt. Þannig að mér finnst þetta lágkúrulegt að vera að búa til einhverja svakalega mikla sögu út úr þessu. Og svo vil ég líka segja það var nú tala hér það áðan að hótun það að samstarfi sé lokið.
Það er ekki rétt. Það var sett hérna í bókun áðan og ef mér skjátlast ekki þá var talað um það að við höfum hótað því að samstarfi væri lokið. Ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa upp bókun og óska eftir því að þetta verði fært til bókar. En það er á sama hátt og var bókað í bæjarráði og er svo hljóðandi með leyfi forseta. Það er miður að þeirri góðu samstöðu og samvinnu flokka í bæjarráði og bæjarstjórn í COVID-málum í vetur virðist nú vera lokið úr því að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins vill gera stórmál úr því að verið sé að leiðrétta mannleg mistök sem voru gerð við vinnslu fundagerðar síðasta bæjarráðsfundar. Ekki er gott að sjá hvernig svona upphlaup þjónar hagsmunum bæjarbúa. Þessari bókun lýkur með þessum orðum og ég í rauninni sé pínulítið eftir og kannski í þessu máli sé ég kannski mest eftir því að hafa ekki orðað þetta öðruvísi þegar ég segi ekki er gott að sjá. Það verður með engu móti séð hvernig svona upphlaup þjónar hagsmunum bæjarbúa. Bæjarstjórn er hér að skila rekstri, hóta því að skila rekstri hraunbúða vegna þess að við erum ekki að fá framlög fyrir rekstrinum eins og við eigum að fá. En fréttin sem á að taka út úr þessu er að það voru 2 dagsetningar rangasettar í fundagerð. Þetta er rosalegt, þvílík frétt, stríðsfyrirsagnirnar sem að maður sá og með þess að átök á fundi þegar þetta var leiðrétt. Það sá maður einhvers staðar. Fréttanefið hjá sumum er á öðrum stöðum heldur en hjá öðrum. Já, ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta? Já. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Nei. Þú ættir að senda bókunna, Hildur? Já, þetta er Ég er ekki með það. Já, það er að líða undir lok hjá okkur. Dagskráin er við að vera tæmd. Ég með leyfi varaforseta þá held ég að það sé alveg ljóst öllum þeim sem að starfa í ráðum og nefndum fyrir bæjarfélagið að þá reiðum við náttúrulega mikið á embættismönnum líka í gagnaöflun, þannig að það er erfitt að fara að rengja það eitthvað, þannig að það er eðlilegt að geta alltaf orðið mistök. Þetta verður ekki þau fyrstu og ekki þau síðustu. Allavega það er svona eins og þetta snýr að mér. En eins og áður hefur komið fram og þá er þetta sama málefni aftur til umræðu í 13. dagskrárlið. Og jafnframt er rétt að upplýsa það að mér hefur borist frávísunartillaga. Mér hefur borist skrifleg frávísunartillaga sem hljómar svo: Bæjarstjórn vísar málinu frá enda málið á dagskrá undir 13. lið í fundagerð bæjarráðs númer 3128 frá því 27. maí síðastliðinn. Undir þetta ritar bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson. Þannig að það er komin frávísunartillaga, þannig að það er ekki þörf á að ræða þetta mikið frekar. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar og gestir, já, það er greinilega gríðarleg viðkvæmni fyrir því að bæjarfulltrúi sé að benda á það að það þurfi að vanda stjórnsýslu og mér persónulega finnst bara ekkert að því og einmitt sérstaklega í máli þar sem er verið að vinna að hagsmunabaráttu sveitarfélagsins þar sem svo alvarlegir hlutir liggja til ákvörðunar að þá er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að þá sé enn frekar verið að vanda sig. Og það að vera, eigi ekki orð og skilja það ekki að bæjarfulltrúar
vilji benda á mistök sem séu gerð, á ég bara að segja já og halleluja yfir því að hafa samþykkt eitthvað sem var ekki rétt. Nei, það er bara ekki mínu eðli. Og ég er ekki að neinu leyti að reyna að draga úr alvarleika málsins. Það er ekki við mig að sakast að þetta mál sé í þeim farvegi sem það er. Ég ætla að lesa bókun með leyfi forseta. Með leyfi forseta. Eðlilegt er að bæjarfulltrúar gagnrýni þegar mistök eru gerð og ætti það ekki að vera feimnismál. Góðri samstöðu og samstarfi er engan veginn lokið að minnsta kosti af hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir aðfinnslur vegna stjórnsýslu síðasta fundar bæjarráðs. Eðlilegt hlýtur að þykja að bæjarfulltrúi bendi á að honum þykir miður að mistök hafi verið gerð. Og bókunni lýkur. Takk fyrir. Já, bókun er þá samþykkt eins og hann upplesin. Ég ítreka fyrir bæjarfulltrúum að þetta berist forseta og ritari í tölvupósti. Það er hægt að færa þetta til bókar þó að þetta sé samþykkt eins og þetta er upplesið. Já, það var svona. Það gerði það í lokin. Heyrðu, bið ykkur afsökunar á þessu en við erum áfram til lið nr. 1. Frávísunartillagan hefur borist og ég held að þetta orðið fulltæmt, sýnist það. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir því að vísa þessum lið frá, gefið mér atkvæðamerki. Er ekki allir bæjarfulltrúar með því? Jú, það eru 7 bæjarfulltrúar. Þannig að þessum lið í dagskrárlið 11, lið nr. 1. Dagskrárlið 11 bæjarstjórnar er vísa frá málefni Hraunbúða. Eftir stendur þá liður 2 sem var búið óska eftir umræðum, það 4 mánaða uppgjör Vestmannaeyjabæjar. Já, það falla allir frá umræðum þann lið. Það var áður samþykkt að minnihluta að falla frá því upp á fundar. Nú þá er það dagskrárliður 3, það er húsnæðismál Vestmannaeyja liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Nú fyrir á fundunum var honum frestað. Mér heyrist það á öllum fulltrúum að þeir séu sammála líka að fresta honum til 11. júní næstkomandi. Og Njáll Ragnarsson, þú ert með tillöguna eða hvað? Gjörðu svo vel. Forseti, því að það var hér áðan sérliður þetta að þá finnst mér eðlilegt að vísa þessu, að fresta afgreiðslu á þessum lið bara líka þó að þarna hafi nú ekki verið þó að þetta hafi verið ákveðnar upplýsingar þar sem þarna lágu fyrir, en þá finnst mér eðlilegt að vísa þessu líka til fundar og ætla þegar leiðandi að leggja fram eftirfarandi tillögu. Bæjarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar bæjarstjórnar þann 11. júní næstkomandi. Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu sem Njáll Ragnarsson las upp? Eitthvað bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu Njáls fresti? Það var ágætlega tæmt á hann. Þannig að ég ber það þá til atkvæða. Þeir eru bæjarfulltrúar sem eru því samþykki gefa mér atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Eftir standa þá liðir nr. 2, 4 til 13. Við bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir að gefa mér atkvæðamerki. Það er allir bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt 7-0. Nú eru við með fundargerð framkvæmd á Hafnarás Vestmannaeyja, það er fundur 251. Það er allir liðir þar sem liggja fyrir til umræðu og staðfestingar. Vilja bæjarfulltrúar ræða eitthvað liði í þessu? Það er engin bæjarfulltrúar sem gefur atkvæðamerki það.
þá tökum við þessa fundargerð í heild sinni til atkvæðagreiðslu. Til bæjarfulltrúa sem því samþykkir gefur mér atkvæðamerki. Það er ekki örugglega Eyþór líka. Allir sammála. Þá erum við í síðasta dagskrárliðnum sem er dagskrárlið nr. 13 sem við samþykktum með afbrigðum áðan. Það er Bæjar á Vestmannaeyjar fundur 3128. Og með umræðuna sem var áðan þá gerir ég ráð fyrir að við munum ræða þetta örlítið og þess vegna ætla ég að lesa það sem er bókað í ráðinu. Það var eitt dagskrármál á þessum fundi, málefni hraunbúða. Boðað var til aukafunda bæjarráðs til þess að leiðrétta rangar upplýsingar sem fram komu á bæjarráðsfundi á mánudaginn var þann 25. maí samning Vestmannaeyjabæjar og Sjúkratrygginga Íslands rekstur hraunbúða. Frá árinu 2010 hefur Vestmannaeyjabær greitt rúmlega 500 milljón króna með rekstri hraunbúða sem lögum samkvæmt ríkið ber ábyrgð á og ríkissjóður á að greiða fyrir. Kröfur ríkisins til þjónustunnar hafa aukist mikið undanfarin ár en framlög til starfseminnar staði í stað. Við þetta verður ekki unað og ósanngjarnt að skattgreiðendur í Vestmannaeyjum greiði fyrir þjónustu sem ríkið ber ábyrgð á. Fyrirhugað eru fundur bæjarráðs og heilbrigðisráðherra málefni hraunbúða. Gert er ráð fyrir að funda verður í júní. Hið rétta er að síðasti samningur milli Sjúkratrygginga Íslands og Vestmannaeyjabæjar rekstur hraunbúða var undirritað 19. desember 2019 og gildir hann frá 1. janúar 2020 til 31. desember 2021. Samningnum má segja upp í heild sinni eða einstökum rýmum með 6 mánaða fyrirvara miðað við mánaðamót, þó ekki fyrir 6 mánuðum eftir undirritun. Uppsögn skal tilkynnt skriflega. Beðist er velvirðingar á þessum mistökum sem skýrast af mannlegum mistökum. Niðurstaða: Bæjarráð samþykkir samhljóða að tilkynna Sjúkratryggingum Íslands og heilbrigðisráðherra að bærinn segi umræddum samningi upp. Jafnframt verður sömu aðilum tilkynnt að Vestmannaeyjabær sjái sig knúinn til að skila verkefni á rekstri dvalar- og hjúkrunarheimilis hraunbúða í hendur SÍ og að stofnunin sjálf eða nýir rekstraraðilar taki við. Bæjarstjóra er falið að koma þessum upplýsingum til ráðherra eftir fund bæjarstjórnar þann 28. maí næstkomandi. Niðurstaða samþykkt samhljóða. Þarna í framhaldi koma nokkrar bókanir. Það er fyrst bókun frá fulltrúa D-lista. Undirrituð harmar að þær upplýsingar sem lagðar voru fram á síðasta fundi bæjarráðs í umræddu máli hafi ekki verið réttar og að samþykkt hafi verið niðurstaða sem efnislega var röng og var til þess valdandi að boða þurfti til aukafunda bæjarráðs. Samkvæmt bæjarmálasamþykkt undirbýr formaður bæjarráðs í samráði við bæjarstjóra bæjarráðsfundi. Nauðsynlegt er að í veigamiklu málum sem lúta hagsmunabaráttu sveitarfélagsins gagnvart ríkinu sé undirbúningur máls og þekking á samningnum fullnægjandi. Mikilvægt er að kjörnir fulltrúar geti treyst á að þær upplýsingar sem lagðar eru fram á fundu sveitarfélagsins séu réttar. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá kemur bókum frá fulltrúum á H-lista. Það er miður að þeirri góðu stöðu og samvinnu flokka í bæjarráði og bæjarstjórn í COVID-ástandinu í vetur virðist nú vera lokið úr því að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vill gera stór mál úr því að verið sé að leiðrétta mannleg mistök sem voru gerð við vinnslu fundargerðar síðasta bæjarráðsfundar. Ekki gott að sjá hvernig svona upplögn þjónar hagsmunum bæjarbúa. Undir þetta rita Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Njáll Ragnarsson. Þá kemur önnur bókun frá fulltrúa D-lista. Góður í samvinnu og samstarfi er engan veginn lokið að minnst hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir aðfinnslur vegna stjórnsýslu síðasta funda bæjarráðs. Eðlilegt hlýtur að þykja að bæjarfulltrúi bendi á og honum þykir miður hvernig fyrir þessu máli fór. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þar sem við tókum þetta inn með afbrigðum fyrir fundunum, þá er þetta bara sá fyrsti sem gefur mér atkvæði. Það er bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir sem fær orðið, gjör svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Það er auðvitað stór ákvörðun að ákveða það að ætla ekki að endurnýja samninginn rekstur hjúkrunarheimila við Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðisráðuneytið, en það eru, eins og fram hefur komið í fréttum og fram hefur komið í umræðinni, að þá eru mörg sveitarfélög og mörg, nánast öll, sem eru að reka hjúkrunarheimili fyrir ríkið, eru mjög ósátt
og hefur Samband íslenskra sveitarfélaga búið til samstarfsvettvang sem að hittist í fyrsta skiptið fyrir 19. maí og þar farið svona aðeins yfir helstu punktana og það sama sagan að segja allstaðar. Reksturinn almennt verulega undir fjármagnaður og samningar heimahjúkrun, dagdvöl og dagþjálfun þeir ganga aðeins betri en hér í Eyjum gengur það ekkert hjá okkur. Sértæka dagdvölin, við erum 8 einstaklinga sem að þyrftu þannig þjónustu og við erum ekkert rými. Við erum bara með 10 rými bara í venjulegri dagdvöl og það stór hluti sem kom fram núna í COVID-málinu þegar dagdvölum var lokað alls staðar út af COVID af því það var ekki í boði fyrir einstaklinga að vera að koma inn á heimilin þeir sem ekki bjuggu þar. Þá héldum við út þjónustu fyrir þá sem að voru hvað veikastir og urðum að létta á aðstandendum en staðan var þannig hér að það var eins og heimilið væri lokað, dagdvölum væri lokuð og það var bara á sveitarfélagi þurfti bara fjármagna þessa þjónustu með COVID var í gangi. Þrátt fyrir það við værum með einstaklinga sem væru klárlega kandidatar í sértæku dagdvöl, þá var það ekki í þessi sérstöku dagdvöl. Við fengum fáum engar fjárheimildir og sækjum að stanslaust í mörg ár. Og það var samt verið að búa til stefnu í heilbrigðisráðuneytinu þessi mál og deildarstjóra öldrunar Sólrún Gunnarsdóttir hefur verið mjög ötul að senda umsóknir í ráðuneytið og nú ráðuneytið búið að vísa þessu máli líka yfir til sjúkratrygginga þannig ég ekkert opaslega bjartsýn hvernig það haldi áfram varðandi þessi sértæku rými. En við erum klárlega að sinna þeim og gerðum það í COVID-inu og það sem ríkið treystir á. Þjónustan svo nálægt okkur að við getum ekki sagt nei við fólki og eðlilega ekki fólk sem virkilega þarf á þjónustunni að halda. En bara niðurstaðan af þessum samráðsfundum var að stofna nokkurs konar bakhóp sveitarfélaga sem sambandi ætlar að halda utanum og það væri bara brýnt að sveitarfélögin stæðu saman sem aldrei fyrr og styrktu stöðu sinni í viðræðum við ríkið og hluti af því að við förum með fleiri sveitarfélögum sem hafa ákveðið endurnýja ekki samningin meðal annars Akureyrarbær og Mosfellsbær og efla svolítið samstöðuna og tryggja jafnræði í málsmeðferð. Reykjavíkurborg hefur ekkert verið spennt fyrir að fara í þetta en það sita þeir við svolítið annað borð en önnur sveitarfélög í þessum málaflokki. En það náttúrulega bara ólíðandi að ríkið sé að neita ákveðna aflsmuna í samskiptum við sveitarfélögin og þvingi þau með ákveðnum hætti til að bera mikinn halla vegna hjúkrunarheimilana og hér eins og fram hefur komið þetta yfir 500 milljónir sem við sitjum uppi með kostnaður sem ríkið átt að greiða og þetta ákveðin við skulum að minnstakosti segja það að þetta ákveðin sjálftaka hjá ríkinu af fjármunum sveitarfélagana að vera að láta okkur greiða fyrir þjónustu sem ábyrgð ríkisins. En það var samþykkt eins og ég sagði áður á stofnun á bakhóp og næsti fundur í næstu viku og þar ætla sveitarfélögin að stilla saman strengi og ég mun bara upplýsa bæjara það og vænti þess og vona það að fólk taki það trúanlegt sem ég segi þar. Já, ég þakka Íris Róbsdóttur fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið? Helga Kristín Kolbins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Hraunbúðir náttúrulega eina af okkur stofnunum sem við erum gífurlega stolt af og það hræðir mig að við ætlum að skila stofnunni til ríkisins, hræðir mig virkilega. Og talandi það sem að það sést að okkur vanti þessar 500 milljónir frá ríkinu á sama tíma og ríkið að verja 32,5 milljarðir til hjúkrunarheimila yfir landið. Kannski erfitt að fá meira. En ég ætla bara að spyrja bæjarstjóra, skilja það rétt að við sem að fara að segja upp samningnum núna eða erum við bara að segja að ef ekki verður leiðrétt þá munum við segja honum upp. Íris Róbsdóttir, eða
Já, ég þakka Helgu Kristínu Kolbens fyrir þetta. Sama baráttan í þessu málum. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Það sem verið var að gera var að segja upp með 6 mánaðar fyrirvara sem við erum gera frá með þá mánaðamótunum júni-júlí. Þá munum við erum búin að eiga fund með ráðherra áður en það að þá erum við að segja upp samningnum, ekki að segja upp samningnum, heldur við erum að segjast ekki alltaf endurnýja. Við ætlum ekki að við höfum 6 mánuði og þá stoppum við samningin og við ætlum ekki að halda áfram með hann. Þannig að í rauninni erum við að segja upp samningnum. Við erum að nýta okkur þetta ákvæði en það hafa fleiri sveitarfélög gert og ég deili klárlega þeim áhyggjum með þeim og það er það sem ríkið vil. Ríkið veit að sveitarfélögin þeim er mjög umhugað þessi heimili, umhugað þessa starfsemi og sveitarfélögin hafa bara sinnt þessu miklu betur en ríkið. En ríkið er alltaf að bæta í kröfulýsinguna en hækkar ekki framlagið. Gefur engan afslátt á kröfulýsingunni og það er það sem að sveitarfélögin hafa líka verið að ræða. Að ef að ríkið ætlar ekki að hækka framlögin að þá verða þeir að draga úr kröfunum sem þeir gera. Og það er til dæmis ekki sama kröfulýsing og sömu kröfur gerðar á hraunbúðir og hjúkrunarrýmin sem eru á HSU. Það eiga náttúrulega að vera sömu en það er einhvern veginn ekki gengið á eftir því. En svo er náttúrulega líka þegar við erum að fara í gegnum framlögin eins og þú segir að þeir séu að setja alla þessa pening í það. Þeir eru að gera það vantar samt fullt. En sko það er ekkert einhver barátta hjá mér sem bæjarstjóra eða formanni bæjarráðs eða bæjarráði, það er bara reimat og daggjöld sem ákveði þetta. Þetta er bara allt ritað í samningi, þetta er ekkert samningsatriði, sko. Þetta er ekkert mál sem við getum bara bankað nógu mikið til að fá. Þetta eru bara heildarsamningar sem Sjúkratryggingar eru með og liggja á borðinu. En reimatið finnst okkur kannski stundum svolítið skrítið. Og sérstakt hvað ákveðin heimili, á þessi nefninni nöfn, eru með rosalega hátt reimat á meðan við kannski okkur. Og hjúkrunarþyngdin er það sem reimati ræðst að hjúkrunarþyngdinni og við náttúrulega erum bara ósátt við, það myndi skipta miklu máli ef við fengjum þessi sértæku dagdvalarrými, ef við fengjum þau inn. Það myndi skipta miklu máli, það er hluti af reksturinn okkar. En ég er algjörlega sammála því og ég held að skilningurinn og því leiðrétti mig bæjarráðsmenn ef það er ekki, skilningur allra í bæjarráði er að við viljum alltaf verja þennan rekstur. Við viljum ekki að það veri nein breyting á rekstrinum. En við getum heldur ekki í ljósi umræðina hér fyrir á fundinum þar sem við verðum að tala almannafé og annað. Þetta er ríkið á að bera þennan kostnað og við eigum að sækja hann til ríkisins og það ætlum við að gera með samtakamætti sveitarfélagana. En ég ætla að fá að bera upp bókun og það stendur nú hvorki bæjarstjórn meirihluti þannig að ég ætla nú bara að taka mig það bestalega að segja bæjarstjórn. Bókun fyrir bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þótt skipt verði rekstraraðiða á hraunbúðum ætti það að gefa áhrif á rekstur heimilisins, heimilismenn, þjónustu þegar starfsfólk eða aðstandendur. Vestmannaeyja bær vill kappkosta að sinna öldrunarþjónustu vel en það er sjálfsögð krafa að ríkið greiði fyrir þá þjónustu sem því ber að greiða fyrir. Já, þá held ég að hef ég trúað að þessum bæjarstjórnarfundi fari senn að ljúka. Það vantar þess að það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já. Það er auðvitað löngu kominn tími á að ríkið fari að taka þátt í þessum kostnaði sem sveitarfélagið er búið að þurfa að brúa þetta bil til þess að við séum að geta veitt þá þjónustu sem að sannarlega á að veita og fólkið okkar á skilið að fá. Óskandi að viðræður við heilbrigðisráðherra og áframhald málsins í samvinnum við önnur sveitarfélög munu skila árangri. Ég fyrir hönd bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins tökum við bara undir þessi bókun sem lögð er hér fram. Takk fyrir. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta.
Ef það eru ekki fleiri sem ætla að taka til máls, þá ber ég þennan lið undir atkvæði. Bæjarfulltrúi sem eru þessum lið samþykkir, gefið mér atkvæðamerki. Það eru allir. Nei, mér vantar bókunina. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir og þá er nú bara dagskráin orðin tæmd. Áður en að ég ætla að slíta fundi þá vil ég koma á framfæri smá þakklæti og ég óska eftir að það verði bókað í fundagerðina og bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson tók eftir því að rittarinn okkar ætlar að hætta með stæl með að greiða atkvæði með okkur. Það væri bara allt til að. En hann var einhverjum að óska eftir að fá að senda bókunina. Það er mikilvægt að við höfum svolítið gaman að þessu líka. En hann kann ekki tala líka. Þannig að ég ætla þá að lesa upp það sem að ég vil segja hér að Sigurbergur Ármásson hefur starfað hjá Vestmannaeyjabæ í rúm 10 ár sem fjármálastjóri og undanfarið rita fundargerð bæjarstjórnar og leyst af í ritum fundargerðar bæjarráðs. Fyrir hönd bæjarstjórnar vil ég þakka Sigurberg kærlega fyrir samfylgdina og alla vinnuna í þágu bæjarins. Megið er ganga vel á nýjum vettvangi og leið og ég slít fundi vil ég biðja bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur að færa þær blómvönd sem smá þakklætisvott frá okkur í bæjarstjórninni. Næsti fundur er 5. 11. júní 2020 og fundi slitið. Takk fyrir. Fundi var slitið með lóa taki 22:37. Ég þakka ykkur fyrir fundin.